Póstulasagan, 1. kafli. Fyrir sögu mína, Þeófílus, samdi ég allt sem Jesús gjörði og kendi frá upphafi. Allt til þess dags hann gaf postulunum, sem hann hafði valið, fyrirmæli sín fyrir heilagan anda og varð uppnuminn. Þeim birti hann sig lifandi eftir pístíðina með mörgum órakum kennumerkjum. Lét þá sjá sig í 40 daga og talaði Guðsríki. Hann var með þeim, bauð hann þeim að fá Jerúsalem eins sem þér, sagði hann, hafi heyrt mig tala Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrði verða með heilugum anda og innan fárra daga. Meðan þeir voru saman, spurði þeir hann, Herra, ætlar þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti af sjálfsins valdi. En þér munu öðlast kraft, þegar heilagur andi kemur yfir yður, og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins og eftir honum þegar hann hvarf, þá stóð hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilíumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús, sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara til himins. Þá sneru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardagsleið þaðan. Þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna, þar sem þeir dvöldust Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Mattheus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Allir þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni ásamt konunum. María, móðir Jesú, var líka með þeim og bræður hans. Á þessum dögum stóð Pétur upp meðal bræðranna. Þar var samankomin flokkur manna 120 að tölu. Hann mælti, bræður, rætast hlauti ritning svo heilagur andi sagði fyrir munn Davíðs Júdas, sem vísaði leið þeim tóku Jesú höndum. Hann var í vorum hópi og honum var falin sama þjónusta. Hann keypti reit fyrir laun ódaði síns, steyptist á höfuðið og brast sundur í miðju, svo yðurinn öll féllu út. Þetta var kunnugt öllum Jerúsalem búum og reitur sá kallaðar á tungu þeirra Akaldemag, það blóðreitur. Ritað í sálmunum. Bústaður hans skal í eyði verða. Enginn skal í honum búa og annar taki embætti hans. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags hann varð uppnuminn frá oss, verður nú að gerast vottur upprissu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef, kallaði Barsabas, öðru nafni Justus og Mattías, báðust fyrir og sögðu, Drottinn, þú sem þekki hjörtu allra, sín þú, hvorn þessara þú hefur valið til að taka þessa þjónustu, og postuladóm, sem Júdas vék frá til að fara til hins eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar. Var hann tekinn í tölu postulana með þeim 11. Annar kafli. Þá var runnin hvítasunnu dagur, voru þeir allir samankomnir. Var þá skyndilega gnýra himni eins og aðdynjandi sterkviðris og fyllti allt húsið þar þeir voru. Þeim birtust tungur eins og eldi væru hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Í Jerúsalem dvöldu gyðingar, guðreknir menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist, dreifað fjöldi manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína eigin tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, þetta ekki allt Galilíumenn sem hér eru að tala? Hvernig má það vera að vér, hver og einn, heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Við erum partar, metar og elamítar. Við erum frá Mesopótamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu og Pamfílíu, Egyptalandi og Líbíu byggðum,
við Kýrene og vér sem hingað eru fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekja af trú gyðinga, Kríteyingar og Arabar. Við heyrum þó tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þeir voru allir furðu lostnir og ráðalausur og sögðu hver við annan: Hvað getur þetta verið? En aðrir höfðu á spotti og sögðu: Þeir eru drukknir á sætu víni. Þá steg Pétur fram og þeir 11 og hann hóf upp rödd sína og mælti til þeirra: Gyðingar og allir þér Jerúsalem búar, þetta skulu þér vita, ljáð eyru orðum mínum. Ei eru þessi menn drukknir eins og þeir ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér er að ræta það sem spámaður Jóel segir: Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá. Ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamalmenni yðar munu dreyma. Jafnvel við þræla mína og ambáttir mína mun ég á þeim dögum úthella anda mínum og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákna á jörðum niðri, blóð og eld og reykjan mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð, áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast. Ísraelsmenn, heyrið þessi orð. Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yður með kraftaverkum og undrum og táknum, Guð lét hann gjöra meðal yðar, eins og þér sjálfur vitið. Hann var framseldur af fyrirhuguðu ráði Guðs og fyrir vitun, og þér létuðu heiðnamenn negla hann á kross og tókuð að lífi. En Guð leysti hann úr nauðum dauðans og reisti hann upp, en það gat það aldrei orðið að dauðinn fengi haldi honum, því að Davíð segir hann: Ávallt hafði ég drottinn fyrir augum mér, því hann mér til hægri hliðar til þess að ég bifist ekki. Fyrir því gladdist hjarta mitt og tunga mín fagnaði, meira að segja mun líka með minn hvílast í von, því að ekki mynd þú skilja sálu mín eftir í helju, og eigi láta þinn heilaga verða rotnun að bráð. Kunna gerð þú mér lífsins vegu, þú mynd með fögnuði fylla fyrir þínu augliti. Bræður, óheika get ég við yður talað ættföðurinn Davíð. Hann dó og var grafinn, og leiði hans til hér allt til þessa dags. Hann var spámóður og vissi að Guð hafði með eiði heitið honum að setja í hásæti hans einhvern niðja hann, því hann fyrir upprisu Krist og sagði: Ekki var þann eftirskilinn í helju, og ekki var líka með hans rotnuna bráð. Þennan Jesús reisti Guð upp, og eru við allir vottar þess. Nú hann upphafinn til Guðs hægri handar, og hefur af föðurnum tekið við heilögum anda, sem fyrirheiti var útelt honum eins og þér sjáuð og heyrið. Ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir: Drottinn sagði við minn drottinn: Set þig mér til hægri handar, þangað til ég gjöri óvinni þína af fótskör þinni. Með öruggri vissi viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Þeir heyrðu þetta, var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana: Hvað eigum við að gjöra, bræður? Pétur sagði við þá: Gjörið yðrun og látið skýrast hver á einni nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda, því að yður ætlað fyrirheitið börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallar til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann ámyndi þá og sagði: Látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir, og þann dag bættist 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum.
Þeir brutu brauð í heimahúsum, neittu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim frelsast létu. 3. kafli. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegis bæna. Það var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, dag hvern var settur við dyr helgidómsins sem nefndar eru föguruddyr, til að beiðast ölmusu hjá þeim inngengu í helgidóminn. Hann sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði: Lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði: Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret, statt upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidómun og gekk og stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga og lofa Guð. Þeir þekktu að hann var sá hafði setið fyrir föguruddyrum helgidómsins til að beiðast ölmusu. Urðu þeir furðu lostnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Hann hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólki furðu losti til þeirra í súlnagöngin sem kendur við Salomón. Þegar Pétur sá það, ávarpaði hann fólkið: Ísraelsmenn, hví furðar yður á þessu, eða hví starið þér á okkur, eins og við hefðum að eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar, að þessi maður gengur. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, Guð feðra vora, hefur dýrlegan gjört þjón sinn, Jesú, sem þið framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi, hann hafði ályktað að láta hann lausan. Þér afneituðu hinum heilaga og réttláta, en beittust að manndrápariði þið gefið niður. Þér líflétuðu höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum. Og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jesú gjörði þennan mann, sem þér sjáuð og þekkið, styrkan. Nafnið hans og trúin sem hann gefur, veittu honum þennan albata fyrir augum yðar allra. Nú veit ég, bræður, að þér gjörðu það af vanþekkingu, sem á höfðingjar yðar, en Guð lét þannig rætast það sem hann hafði boðið fyrir munn allra spámannana, að Kristur, hann skildi líða. Gjörið þið yðrun og snúiður að syndir yðar verði afmáðan. Þá munu koma endurlíkuna tímar frá augliti Drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrirhugað sem Jesús. Hann á að vera í himininum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sína heilugu spámanna frá halda öðli. Móse sagði: Spáman mun Drottinn Guð yðar uppbyggja yður af bræðurum yðar eins og mig. Á hann skuli þér hlýða í öllu hann talar til yðar. Og sér hver sá sem hlýðir ekki á þennan spáman skal upprættur verða úr liðnum. Allir spámennirnir, Samuel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu á þessa daga. Þér eruð börn spámannanna og í hluti í sáttmálunum sem Guð gjörðu við feður yðar. Hann sagði við Abraham: Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sent hann yður fyrst til að blessa yður og snúa hverjum yðar frá vondri breytni sinni. 4. kafli. Meðan þeir voru að tala til fólksins, koma að þeim prestarnir, varðforingi, helgidómsins og sadúkearnir. Þeir voru æfir af því að apostolarnir voru að kenna fólkinu og boða upprusu dauðra í Jesú, lögðu þeir hendur á þá og settu þá í varðal til næsta morgun. Því að kvöld var komið, en margir þeirra heyrt höfðu orðið, tóku trú og tala karlmanna var 5.000. Næsta morgun komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirnir saman í Jerúsalem. Þar voru Annas, æðsti prestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðsta prestættum. Þeir létu leiða apostolana fram og spurðu þá: Með hvaða krafti eða í hvers nafni geruð þið þetta? Þá sagði Pétur við þá, fylltir heilugum anda:
þér höfðingja liðsins og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hann sé heilorðinn, þá séður öllum kunnugt og öllum Ísraels lið að í nafni Jesú Krist frá Nasaret, þess þér krossfestuð, en Guð uppvakti frá dauðum, í hans nafni stendur þessi maður heilbröður fyrir augum yðar. Jesús steinninn sem þér, húsasmiðirnir, virtuð einskis. Hann orðinn hyrningar steinn. Ekki hjálpræði í neinum öðrum, og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn, undruðust þeir könnuðust þó við að þeir höfðu verið með Jesú, og þeir sáu manninn með læknaður hafði verið standa hjá þeim, máttu þeir ekki í móti mæla. Þeir skipuðu þeim að ganga út frá ráðinu, tóku saman ráð sín og sögðu: Hvað eigum við að gera við þessa menn? Því augljóst öllum Jerúsalem búum að ótvírætt tákn orðið af þeirra völdum. Við getum ekki neitað því. Þetta má ekki berast frekar út meðal liðsins. Við skulum því hóta þeim hörðu að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurn mann. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala eða kenna í Jesú nafni. Pétur og Jóhannes svörðu: Dæmi sjálfur hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast yður fremur en honum. Við getum ekki annað en tala það sem við höfum séð og heyrt. En þeir ógnuðu þeim enn frekar og slepptu þeim síðan, þar sem þeir sáu enga leið vegna fólksins að hegna þeim, því allir lofuðu Guð fyrir þennan atburð. En maðurinn sem læknast hafði með þessu tákni var yfir fertugt. Þeim hafði verið sleppt, fóru þeir til félaga sinna og greindu þeim frá öllu því sem æðstu prestarnir og öldungarnir höfðu við þá talað. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu: Herra, þú sem gjörðir himinin, jörð og haf og allt sem í þeim þú sem lést heilagan anda að mæla af munni Davís, föðurvors þjóns þíns. Hví geisuðu heiðingjarnir og hví hugðu líðirnir og hégómli ráð. Konungar jarðarinnar risu upp og höfðingjarnir söfnuðu saman gegn drottni og gegn hans smurða. Því að sannarlega söfnuðu saman í borg þessari gegn hinum heilugu þjóni þínum, Jesú, þú smurðir, þeir Heródes og Pontius Pílatus ásamt heiðingjum og líðum Ísraels, til að gera allt það hönd þín og ráði hafði fyrirhugað að verða skildi, og nú, drottin, lít á hótanir þeirra og veit að þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn þíns heilaga þjóns, Jesú. Þegar þeir höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þeir fylltust allir heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál, og engi þeirra taldi neitt vera sitt, hann átti, heldur höfðu þeir allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti, og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur nein þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulanna, og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Jósef Leviti frá Kýpur, sem postularnir kölluðu Barnabas, það þýðir huggunar sonur, átti sáðland og seldi, kom með verðið og lagði fyrir fætur postulanna. 5. kafli. En maður nokkur, Ananías að nafni, seldi ásamt Safaríu konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar. En komið nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulanna. En Pétur mælti: Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt, svo að þú laugst að heilugum anda og dróst undan að verði landsþíns? Var landi ekki þitt meðan þú áttir það, og var ekki andvirð þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananís heyrði þetta, féll hann niður og gaf upp öndina, og miklum ótta sló alla þá sem heyrðu.
En ungu mennirnir stóðu upp og bjuggu hann, báru hann út og hjörðuðu. Að liðnu svo sem 3 stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið, og spurði Pétur hana: Segð mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði: Já, fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana: Hvernig gátu þið orðið samþykku að freista anda drottins? Þú heyri við dyrnar fótatak þeirra sem grefturuðu mann þinn. Þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana dauða, báru út og jörðuðu hjá manni hennar, og miklum ótta sló á allan söfnuðinn og alla sem heyrðu þetta. Fyrir hendur postulana gjörðust mörg tákn og undur meðal líðsins. Allur söfnuðurinn kom einum huga saman í súlnagöngum Salómons. Engir aðrir þorðu að samlagast þeim, en fólk virti þá mikil, og enn fleiri urðu þeir sem trúðu á drottin, fjöldi karla og kvenna. Menn báru jafnir sjúka út á strætin og lögðu þá á rekkjur og börum, ef verða mætti Pétur gengi hjá, að altént skugginn af honum félli á einhvern þeirra. Einnig kom fjöldi fólks frá borgunum umhverfis Jerúsalem og fluttu með sér sjúka menn og þjáða á óhreinum öndum, þeir læknuðust allir. Þá hófst æðstipresturinn handa og allur svo flokkur sem fylgdu honum, Saddukearnir, fullir ofsa, létu þeir taka postulana höndum og varpa í fangelsi. En engill drottins opnaði nóttina dyr fangelsisins og leiti þá út og sagði: Farið og gangi fram í helgidómin og tali til liðsins öll þessi lífsins orð. Þeir hlýddu og fóru í dögun í helgidómin og kenndu. Nú kom æðstipresturinn og hans menn, kölluðu saman ráðið, alla öldunga Ísraels og sendu þjóna til fangelsisins að sækja postulana. Þeir komu í fangelsi og fundu þá ekki, snéru aftur og skýrðu svo frá. Fangelsið fundu við að öllu tryggilega læst og varðmennina stóðu fyrir dyrum, en við ljúkum upp, fundu við engan inni. Þegar varðforingi helgidómsins og æðstuprestarnir heyrðu þetta, urðu þeir ráðþrot og spurðu hvar þetta ætlaði að lenda. En þá kom maður og bað þeim þessa frétt: Mennirnir sem þér settu í fangelsið standa í helgidómunum og að kenna liðnum. Þá fór varðforinginn með þjónunum og sótti þá. Beittu þeir samt ekki ofbeldi því þeir óttuðust að fólki grýtti þá. Þegar þeir voru komnir með þá, leituðu þeir þá fram fyrir ráðið og æðstupresturinn tóka yfir þá og sagði: Stranglega bönnuðu við yður að kenna í þessu nafni og nú hafið þeir fyllt Jerúsalem með kenningu yðan og viljið steypa yfir oss blóði þessa manns. En Pétur og hinir postularnir svörðu: Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Guð feðra vora hefur uppvakið Jesú sem þeir hengduð á tré og tókuð að lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringja og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Mér erum vottar alls þessa og heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. Þegar þeir heyrðu þetta, fylltust þeir bræði og hugðust deyða þá. Reis þá upp í ráðinu farisíu nokkur, Gamaliel að nafni, kennari í lögmálinu, virtur af öllum líð. Hann bauð að mennirnir væru látnir fara út stundarkorn. Síðan sagði hann: Ísraelsmenn, athugið vel hvað þér gjöru við þessa menn. Ekki alls fyrir löngu kom Þefdas fram og þóttist vera eitthvað. Hann aðhylltist 400 manns, en hann var drepinn og allir þeir sem fylgdu honum tvístruðust og hurfu. Eftir hann kom fram Júdas frá Galilíu á dögum skrásetningarinnar og sneri fólki til fylgis við sig. Hann fórst líka og þeir dreifðust allir sem fylgdu honum. Og nú segi ég yður, látið þessi menn eiga sig og sleppi þeim. Sé þetta ráð eða verk frá mönnum, verður það engu, en sé það frá Guði, þá megnið þér ekki að yfirbuga þá. Ekki má það verða að þér berjist við sjálfan Guð. Þeir féllust á mál hans, kölluðu á postulana, hústryktu þá, fyrirbuðu þeim að tala í Jesú nafni og létu þá síðan lausa. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesú.
létu þeir eigi af að kenna dag hvern í helgidómunin og í heimahúsum og boða fagnaðarerindum að Jesús sé Kristur. 7. kafli. Á þessum dögum lærisveinum fjölgaði, fóru grískumælandi menn að kvarta út af því að hebreskir settu ekkjur þeirra hjá við daglega úthlutun. Hinir 12 kölluðu þá lærisveina hópinn saman og sögðu: ekki hæfir að við hverfum frá boðum Guðsorðs til að þjóna fyrir borðum. Finnið því, bræður, 7 velkynnta menn úr yðar hópi sem fullir eru anda og visku, munum við setja þó yfir þetta starf. En við munum helga oss bæninni og þjónustu orðsins. Öll samkoman gerði góðan rómamáli þeirra og kusu þeir Stefán, mann fullan á trú á heilugum anda, Filipus, Prókorus, Nikanor, Tímon, Peramennes og Nikolás frá Antíókíu, sem tekið hafði gyðingatrú. Þeir leituðu þá fram fyrir postulana sem báðust fyrir og lögðu hendur yfir þá. Orð Guðs breytist út og tala lærisveinanna í Jerúsalemi fór stórum vaxandi, einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna. Stefán var fullur á náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkri menn úr svo nefndri leysingjasamkundu. Þeir voru frá Kýrinu og Alessandríu, en aðri frá Kilikíu og Asíu, og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja: við höfum heyrt hann tala lagstmæli gegn Móse og Guði. Þeir ræstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina, og þeir veittust að honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leitu þeir fram ljúvotta sögðu: þessi maður er alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Við höfum heyrt hann segja að þessi Jesús frá Nasaret muni brjóta niður mustjörið og breyta þeim siðum sem Móse hefur sett oss. Allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjón hans var sem engils ásjónar. 7. kafli. Þá spurði æðsti presturinn: er þessu svo farið? Stefán svaraði: heyrið mig, bræður og feður. Guð dýrðarinnar birtist föður vorum, Abraham, hann var enn í Mesopótamíu, áður en hann settist að í Haran, og sagði við hann: farðu burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu til landsins sem ég mun vísa þér á. Þá fór hann burt úr Kadealandi og settist að í Haran. En eftir lát föður hans leiddi Guð hann þaðan til þess lands sem þér nú byggið. Ekki gaf hann honum óðal hér, ekki eitt fótmál, en hann hét honum að gefa honum landi til eignar og niðjum hans eftir hann. Þótt hann væri enn barnlaus. Guð sagði að niðjar hans myndu búa sem útlendingar í ókunnu landi og verða þjáðir og þrælkaðir í 400 ár. En þjóðin sem þrælkaði þá mun ég dæma, sagði Guð, og eftir það munu þeir fara þaðan og þjóna mér á þessum stað. Þá gaf hann honum sáttmála umskurnarinnar, síðan gat Abraham Ísak og umskar hann á 8. degi, og Ísak gat Jakob og Jakob ættföðurna 12. Og ættföðurnir öfunduðu Jósef og seldu hann til Egyptalands, en Guð var með honum, frelsaði hann og öllum þrengingunum hans og veitti honum hilli og visku í augum faraós, Egyptalands konungs. Svo hann skipaði hann höfðingja yfir Egyptaland og yfir allt sitt hús. Nú kom hallar í öllu Egyptalandi og Kanan og mikil þrenging, og feður vorir höfðu ekki lífsbjörg. En Jakob heyrði að korn væri til á Egyptalandi, sendi hann feður vor og þangað hið fyrra sinn, og í síðara skipti gaf Jósef sig fram við bræður sína, og Faraó var kunn ætt Jósef. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns. Og Jakob fór suður til Egyptalands, þar andaðist hann og feður hann vorir. Þeir voru fluttið til Síkem og lagðir í grafreitin Abraham hafði keypt fyrir silfur af sonum Hemors í Síkem. Nú tók að nálgast svo tími ræta skildi fyrir reiti sem Guð hafði gefið Abraham. Fólki hafði vaxið og margfaldast í Egyptalandi. Þó hófst til ríkis þar annar konungur eigi vissi skinn á Jósef. Hann beitti kyni voru slægð og lék feður voru illa.
Hann lét þó bera út ungbörn sín til þess að þjóðin skyldi eigi lífi halda. Þessar mundir fæddist Móse og var forkunnar fríður. 3 mánuði var hann fóstrar í húsi föður síns. En hann var útborinn, tók dóttir Faraós hann og fóstraði sem sinn son. Móse var fræddur í allri speki Egypta og hann var máttugur í orðum sínum og verkum. Þegar hann var fertugur að aldri kom honum í hug að vitja bræðra sinna Ísraelsmanna. Hann sá einn þeirra verða fyrir ójöfni og rétti hlut hans, hefndi þess sem meingjörðina þoldi, drap Egyptan. Hann hugði að bræður hans myndu skilja að Guð ætlaði að nota hann til að bjarga þeim, en þeir skildu það ekki. Næsta dag kom hann að 2 þeirra sem slógust. Hann reyndi að stilla til friðar með þeim og sagði: Góðir menn, þið eru bræður, hve þér illt við. En sá sem beitti náunga sinn órétti hratt honum frá sér og sagði: Hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Þú mynd þú ekki vilja drepa mig eins og þú drafst Egyptan í gær. Við þessi orð flýði Móse og settist að sem útlendingur í Mídjanslandi. Þar gat hann 2 sonu. Að 40 árum liðnum birtist honum engill í eyðimörk Sínaífjall í logandi þyrnirunna. Móse undraði sýnin, gekk nær og vildi hyggja að. Þá hljómaði rödd drottins: Ég er Guð feðra þinna, Guð Abrahams, Ísaks og Jakob. En Móse skeldist og þorði ekki að hyggja frekar að. En drottinn sagði við hann: Leysa þér skóð þína, því að staðurinn sem þú stendur á er heilug jörð. Ég hef sannlega séð áþjón líðs míns á Egyptalandi og heyrt andvörn þeirra og er áfan komin að frelsa þá. Kom nú, ég vil senda þig til Egyptalands. Þennan Móse er þér afneituðu með því að segja: Hver skipaði þig höfðingja og dómara? Hann sendi Guð sem höfðingja og lausnara með fulltingi engilsins er honum birtist í þyrnirunum. Það var Móse sem leiddi þá út og gjörði undur og tákn á Egyptalandi, í Rauðahafinu og í eyðimörkinni í 40 ár. Þessi er svo Móse sem sagði við Ísraelsmenn: Spámenn eins og mig mun Guð uppvekja yður einn af bræðrum yðar. Hann er sá sem var í söfnuðinum í eyðimörkinni. Með englinum er við hann talaði á Sínaífjalli og með feðrum vorum. Hann tók á móti lifandi orðum og að gefa oss. Eigi vildu feður voru ólhinnast honum, heldur hrundu honum frá sér og þráði í hjörtum sínum Egyptaland. Þeir sögðu við Aron: Gjör oss Guði, er fyrir oss fari, því að ekki vitum við hvað orðið er að Móse þeim sem leiddi oss brott af Egyptalandi. Og á þeim dögum smíðuðu þeir kál, færðu skurðgoðunum fórn og kættust að verki handa sinna. En Guð sneri frá þeim og lét þeim eftir að dýrka her himinsins eins og ritað er í spámannabókinni. Hvort færið þér mér Ísraels ætt, sláturdýr og fórnir árin 40 í eyðimörkinni? Nei, þér báru búð Moloks og stjörnu Guðsins Refans, myndirnar sem þér smíðuðu til þess að tilbiða þær. Ég mun herleiða yður austur fyrir Babýlon. Vitnisburða tjaldbúðana höfðu feðurvorir í eyðimörkinni. Hún var gjörð eins og sá bauð er við Móse mælti eftir þeirri fyrirmynd sem Móse sá. Við henni tóku og feðurvorir fluttu hennar með Jósúa inn í landið sem þeir tóku til eignar af heiðingjónum, er Guður rak brott undan þeim. Stóð svo allt til daga Davís. Hann fann náð hjá Guði og bað að hann mætti finna bústað fyrir Jakob Guð, en Salomon reisti honum hús. En eigi býr hinn hæsti í því sem með höndum er gjört. Spámaður segir: Himinin er hásæti mitt og jörðin skör fóta minna. Hvaða hús myndi þér reisa mér, segir drottinn, eða hver er hvíldarstaður minn, hefur ekki hönd mín skapað allt þetta? Þér harsvíðraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum, þér standi ávallt gegn heilugum anda, þér eins og feður yðar. Hver var sá spámaður sem feður yðar ofsóttu eigi? Þér drápu þá, er boðuðu fyrirfram komu hins réttláta og nú hafið þeir svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýnslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Þegar þeir heyrðu þetta, trilltust þeir, gnýstu tönnum gegn honum, en hann horfði til himins, fullur af heilugum anda og lét dýrð Guðs og Jesús standa til hægri handar Guði og sagði:
Ég sé himinan opna og mannsónir standa til hægri handan Guði. Þá æptu þeir hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Þau hröktu hann út úr borginni og tóku að grýta hann, en vottarnir lögðu yfirhafnir sínar af fótum ungumanni Sál hét. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann ákallaði drottin og sagði: Drottin, Jesú, meðtak þú anda minn. Síðan féll hann á kné og hrópaði hárri röddu: Drottin, lát þá ekki gjalda þessara syndar. Þegar hann hafði þetta mælt, sofnaði hann. 8. kafli. Sál lét sér vel líka líflát hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnuðinni í Jerúsalem. Allir dreifðust út byggðir Júdu og Samaríu nema postularnir. Guðrækni menn grefturu Stefán og höfðu sorgarathöfn mikla, en Sál gjörði sér allt far að uppræta söfnuðinn. Hann óð inn í hvert hús, dróð þaðan bæði karla og konur og lét setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Fílipus fór norður til höfuðborgar Samaríu og predikaði Krist þar. Menn hlýddu með athygli á orð Fílipusar. Þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gjörði, margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu. Og margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símon að nafni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flykktust til hans, háir og lágir, og sögðu: Þessi maður kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því flykktust menn hann að hann hafði lengi heillað þá með töfrum. Nú trúðu menn Fílipusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krist og létu skýrast bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gjörðist mjög fylgisamur Fílipusi, og hann sá tákn og mikil kraftaverk gjörast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að Samaría hefði tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu fyrir þeim að þeir mættu öðlast heilagan anda, því enn var hann ekki kominn yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafns drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En Símon sá að heilagur andi veittist fyrir handa yfirlækningu postulana, bauð hann þeim fé og sagði: Gefið einnig mér þetta vald, að hver sá ég legg hendur yfir, fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrífist aldrei silfur þitt né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Eigi átt þú skerf né hlut í þessu, því að hjarta þitt ekki einlagt gagnvart Guði. Snúð því huga þínu frá þessari ílsku þinni og bið drottin að þér mætti fyrirgefast hugsun hjarta þíns. Því að ég sé að þú ert fullur gallbestju og í fjötrum rangslætis. Símon sagði: Biðið þér fyrir mér til drottins að ekkert komi yfir það yfir mig sem þér hafið mælt. Þeir höfðu nú vitnað og talað orð drottins, snéru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum Samaríu. En engill drottins mælti til Fílipusar: Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar hann mann frá Eþíópíu. Hann var hirðmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópía, og settur yfir alla fjárhyslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að byrjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andi sagði þá við Fílipus: Gakka þessum vagni og vertu sem næst honum. Fílipus skundaði þangað og heyrði mannin vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvor skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði: Hvernig ætti ég að geta það ef enginn leiðbein mér? Og hann bað Fílipus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi: Eins og sauður til slátrunar leiddur og sem lamb þegir hjá þeim klippið það, svo lauk hann ekki upp munni sinum. Í niðurlægingunni var hann sviptur rétti. Hver getur sagt frá ætt hann, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni. Hirðmaður mælti þá við Fílipus: Segð þú mér, hvern segir spámaðurinn þetta, sjálfan sig eða einhvern annan? 9. kafli.
En Sál blés enn ógnun og manndrápum gegn lærisveinum Drottis, gekk hann til æðsta prestsins og beittist bréfa á honum til samkunda í Damaskus, að hann mætti flytja í böndum til Jerúsalem þá hann kynni að finna og væri þessa vega, hvort heldur karla eða konu. En þegar hann voru á ferð sinni kominn í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði: Hver ert þú, Herra? Þá var svarað: Ég er Jesús sem þú ofsækir, en statt upp og gakk inn í borgina, og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir, þeir heyrðu af vísu raustina en sáu engan. Sál reis á fætur, en þegar hann lauk upp augunum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann við hönd sér inn í Damaskus. 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Í Damaskus var lærisveinn nokkur sem hét Ananías. Við hann sagði Drottinn í sín: Ananías. Hann svaraði: Hér er ég, Drottinn. Drottinn sagði við hann: Far þegar í stræti það sem kallað er hið beina, og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál. Hann er að biðja. Og hann hefur í sín séð mann Ananías að nafni koma inn og leggja hendur yfir sig til þess hann fái aftur sjón. Ananías svaraði: Drottinn, heyrt hef ég marga segja frá þessum manni, hve mikið illt hann hefur gjört þínum heilugu í Jerúsalem. Og hér fer hann með vald frá æðsta prestunum að fara í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt. Drottinn sagði við hann: Far þú, því að þennan mann hef ég valið mér að verkværi til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konungu og börn Ísraels. Ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti: Sál, bróðir, Drottinn hefur sendt mig, Jesús, sá birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur félli af augum hans, hann fekk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að predika í samkunduhúsunum að Jesús væri sonur Guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðu: Er þetta ekki maðurinn sem í Jerúsalem hugðist eyða þeim ákölluðu þetta nafn? Kom hann ekki hingað til að færa með þá í böndum og til æðstu prestana? En Sál eldist æ meir og gjörðu þá gyðingar sem bjuggu í Damaskus rökþrota hann sannaði að Jesús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gyðingar með sér að taka hann að lífi, en Sál fékk vitneskju ráðagjörð þeirra. Þeir gættu borgarhliðana nótt og dag til að ná lífi hann. En lærisveinarnir tóku hann nótt og komu honum út fyrir borgarmúrinn með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá hann kom til Jerúsalem, reyndi hann að sannlaga sig lærisveinunum, en þeir hræddust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabás tók hann að sér, fór með hann til postulanna og skýrði þeim frá hvernig hann hefði séð Drottinn á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarlega hann hefði talað í Jesú nafni í Damaskus. Dvaldist hann nú með þeim í Jerúsalem, gekk þar út og inn og talaði einarlega í nafni Drottins. Hann talaði og háði kappráði við grískumælandi gyðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar bræðurnir urðu þess vísi, fóru þeir með hann til Sesaríu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan frið alla Júdeu, Galilíu og Samaríu. Hún byggðist upp og gekk fram í ótta Drottins og óx við styrkingu heilags anda. Svo bar við Pétur var að ferðast og vitja allra. Hann kom til hinna heilugu sem áttu heima í Lítu. Þar fann hann mann nokkur, Enas að nafni, í 8 ár hafði legið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann: Enas, Jesús Kristur læknar þig, stattu upp og bú þig. Jafnskjótt stóð hann upp. Allir þeir sem áttu heima í Lítu og Saron sáu hann og þeir snéru til Drottins. Í Joppi var lærisveinn, kona að nafni Tabíta, á grísku Dorkas. Hún var mjög góðgerðasöm og örlót við snauða, en á þeim dögum tók hún sótt og andaðist.
var hún lauguð og lögð í loftstofu. Nú Líta í grendu Joppa og hafðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir 2 menn til hans og báðu hann: Kom tafar til vor. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og sýndu honum kirtla og yfirhafni, sem Dorkas hafði gjört meðan hún var hjá þeim. En Pétur lét alla fara út, féll á kné og baðst fyrir. Síðan sneri hann sér að líkinu og sagði: Það þýpa rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reisti hann á fætur, kallaði síðan og hina heilugu og ekkjurnar og leiddi hana fram lifandi. Þetta var hljóðbært alla Joppi og margir tóku trú á Drottin. Var Pétur kyrt í Joppi allmarga daga hjá Símoni nokkrum sútara. 10. kafli. Maður nokkuð var í Sesseríu, Kornelíus að nafni, 100-söðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimilisfólk hans allt. Gaf hann lýðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einn nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sín sagði við hann: Kornelíus. Hann starði á hann, var óttalegin og sagði: Hvað það, herra? Engilli svaraði: Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Sendu nú menn til Joppi til að sækja Símon nokkurn kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóinn. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á 2 heimamenn sína og guðrækna hermenn. Einn þeirra honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Daginn eftir, þeir voru á leiðinni og nálguðust bæinn, gekk Pétur upp á húsþakið hádegið til að biðjast fyrir. Kenndi hann þó hungurs og valdi matast, en meðan verið var að matreiða, varð hann frá sér numinn, sá himinn opinn og hlut nokkur koma niður líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á 4 skautum. Þar voru á allskyns ferfætt dýr, skriðdýr, jarðar, svo að fuglar himins. Og honum barst rödd: Slátra nú Pétur og et. Pétur sagði: Nei, Drottin, engan veginn, aldrei hef ég etið neitt vanheilagt né óhreint. Aftur barst honum rödd: Eigi skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og jafnskjótt var hluturinn upp numinn til himinn. Meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi þín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum og kölluðu: Símon sá nefnist Pétur gestur hér? Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann: Menn að leita þín. Flýtið nú ofan og far hiklaust með þeim þegar ég hef sendt þá. Pétur gekk þá niður til mannan og sagði: Ég sá sem þið leitið að. Hvers vegna þeir komnir hér? Þeir sögðu: Kornelíus 100-söðingi, réttlátum maður og guðrættur og orðsæll af allir gyðinga þjóð, fekk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá þig heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét þá gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkrir bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesseríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virktar vinum. Þegar Pétur kom, fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reisti hann upp og sagði: Stattu upp, ég maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga menn saman komna. Hann sagði við þá: Þér vitið að gyðingi bannað eiga samneyti við annarra þjóðar menn eða koma til hans, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust eftir mér var sendt. Nú spyr ég: hvers vegna þér sendu eftir mér? Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir Anóni í húsi mínum. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, bæn þín heyrð, og Guð hefur minnst ölmusugjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppi eftir Símoni kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóinn. Því sendi ég jafnskjótt til þín
og vel gerir þú að koma. Nú erum við hér allir fyrir augsýn Guðs til að heyra allt sem Drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði: Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar áleit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverja þjóðar sem er. Orðis sem hann sendi börnum Ísrael, þá hann flutti fagnaðri boðin frið fyrir Jesú Krist, sem Drottinn allra, þekki þér vitið hvað gjörst hefur alla Júdeu, en hófst í Galilíu eftir skírnina sem Jóhannes predikaði. Það sagan Jesús frá Nasaret, hvernig Guð smurði hann heilugum anda og krafti. Hann gekk gjörði gott og græddi alla sem að djöflunum voru undir okaðir, því Guð var með honum. Við erum vottar alls þess, hann gjörði bæði í landi Gyðinga og Jerúsalem. Og hann hengdu þeir upp á tré og tóku að lífi. En Guð uppvakti hann á 3. degi og lét hann birtast, ekki öllum lýðnum, heldur þeim vottum sem Guð hafði áður kjörið oss sem átum og drukkum með honum eftir að hann var risinn upp frá dauðum. Og hann bauð oss að predika fyrir lýðnum og vitna, hann sá dómari lifenda og dauðra sem Guð hefur fyrirhugað. Honum bera allir spámennirni vitti að sér hver sem á hann trúir fái fyrir hans nafn fyrirgefningu syndanna. Meðan Pétur var enn að mæla þessi orð, kom heilagur andi yfir alla þá orðið heyrðu, hinni trúið gyðingar sem komið höfðu með Pétur höfðu furðu lostnir að heilugum anda gjöf Guðs skildi einnig útdeilt yfir heiðingjana, því að þeir heyrðu þá tala tungum og mikla Guð. Þá mælti Pétur: Hver getur varnað þess að þeir verði skýrðir í vatni? Þeir hafa fengið heilagan anda sem við og hann bauð að þeir skildu skýrðir verða í nafni Jesú Krist, síðan báðu þeir hann að standa við í nokkra daga. 11. kafli. En postularnir og bræðurnir í Júdeu heyrðu að heiðingjarnir höfðu einnig tekið við orði Guðs. Þegar Pétur kom upp til Jerúsalem, deildu umskurðarmennirnir á hann og sögðu: Þú er farin til óumskurðarna manna og etið með þeim. En Pétur sagði þeim þá alla söguna frá rótum og mælti: Ég var að biðjast fyrir í borginni Joppi og sá frá mér numinn sýn, hlut nokkurn koma niður, eins og stór dúkur væri látin síga á 4 skautum frá himni, og hann kom til mín. Ég starði á hann og hugði og sá þá ferfætt dýr jarðar, villidýr, skriðdýr og fugla himins. Og ég heyrði rödd segja við mig: Slátra nú Pétur og et. En ég sagði: Nei, Drottinn, engan veginn, því aldrei hefur neitt vanilegt né óhreint komið mér í munn. Í annað sinn sagði rödd af himni: Ei skalt þú kalla það vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gjörðist 3 sinnum og aftur var allt dregið upp til himins. Samstundi stóðu 3 menn við húsið sem ég var í, sendir til mín frá Sesseríu, og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust. Þessi 6 bræður urðu mér einnig samferða og við gengum inn í hús mannsins. Hann sagði oss hvernig hann hefði séð engil standa í húsi sínu, sagði: Send þú til Joppi og lat sækja Símon, kallast Pétur. Hann mun orð til þín mæla og fyrir þau mun þú hólpin verða á allt heimili þitt. Og þegar ég var farin að tala kom heilagur andi yfir þá eins og yfir oss í upphafi. Ég myndist á orða Drottins hann sagði: Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrði verða með heilugum anda. Fyrst Guð gaf þeim nú sömu gjöf og oss, við tókum trú á Drottin Jesú Krist. Hvernig var ég þá þess komin að standa gegn Guði? Þegar þeir heyrðu þetta stilltust þeir, og þeir vegsumuðu Guð og sögðu: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjónum afturhvarf til lífs. Þeir sem draust höfðu vegna ofsóknarinnar sem varð út á Stefáni fóru allt til Fönikíu, Kýpur og Antíókíu, en gyðingum einu fluttu þeir orðið. Nokkrir þeirra voru frá Kýpur og Kýrene, og þeir komið til Antíókíu tóku þeir einnig að tala til Grikkja og boða þeim fagnaðarerindum Drottin Jesú. Og hönd Drottins varð með þeim og mikill fjöldi tók trú og sneri sér til Drottins. Og fregninum þá barst til eyrna safnaðarins í Jerúsalem, og þeir sendu Barnabas til Antíókíu. Þegar hann kom og sá verk Guðs náðan, gladdist hann, og hann ámyndi alla að halda sér fast við Drottin af öllu hjarta. Því hann var góður maður, fullur af heilugum anda og trú,
og mikill fjöldi manna gafst drottni. Þó fór hann til Tarsus að leita Sál uppi. Þegar hann hafði fundið hann, fór hann með hann til Antíókíu. Þeir voru síðan saman heilt ár í söfnuðinum og kendu fjölda fólks. Í Antíókíu voru lærisveinarnir fyrst kallaði kristnir. Á þessum dögum komu spámenn frá Jerúsalem til Antíókíu. Einn þeirra, Agabus að nafni, steig fram og að gift anda sagði hann fyrir að mikil hungursneið myndi koma yfir alla heimsbyggðina. Kom það fram á dögum Kládíosar, en lærisveinarnir samþykktu þá að hver þeirra skildi eftir efnum senda nokkuð til hjálpar bræðrunum sem bjuggu í Júdíu. Þetta gjörðu þeir og sendu það til öldungana með þeim Barnabasi og Sál. 12. kafli. Þessar mundi lét Heródes konungur leggja hendur á nokkra úr söfnuðinum og misherðaði. Hann lét höggva Jakob bróður Jóhannesar með sverði, og hann sá að gyðingu líkaði vel, lét hann einnig taka Pétur. Þá voru dagar ósýrðu brauðana. Þegar hann hafði handtekið hann, lét hann setja hann í fangelsi og fól 4 hermanna varflokkum að gæta hann. Ætlaði hann eftir páska að leiða hann fram fyrir líðin. Satt nú Pétur í fangelsinu, en söfnuðurinn bað heitt til Guðs fyrir honum. Nóttina áður en Heródes ætlaði að leiða hann fram, svaf Pétur milli 2 hermanna, bundinn 2 fjötrum og varðmenn fyrir dyrum útu gættu fangelsisins. Allt í einu stóð engill drottins hjá honum og ljós skein í klefanum. Laust hann á síðu Pétri, vakti hann og mælti: Rís upp skjótt, og fjötrarnir féllu af höndum hann. Þá sagði engillinn við hann: Gerð þig og bind á því skóna. Hann gjörði svo. Síðan segir engillinn: Far þú í yfiröfn þína og fylg mér. Hann gekk út og fylgdi honum, en ekki vissi hann að það var raunverulegt sem gjörst hafði við komu engilsins. Hann hélt sér sjá sýn. Þeir gengu nú fram hjá innri og ytri verðinum og komu að járnhliðinu sem farið til borgarinnar. Laugst það upp að sjálfu sér fyrir þeim. Þeir fóru út það og gengu út eitt stræti, en þá hvarf engillinn allt í einu frá honum. Þegar Pétur kom til sjálfs sín, sagði hann: Nú veit ég sannlega að drottin hefur sendt engil sinn og að bjarga mér úr hendi Heródesar og frá allri ætlan gyðingalýðs. Og hann hafði áttað sig, gekk hann að húsi Maríu, móðir Jóhannesar, kallast Markus. Þar höfðu margir safnað saman og voru á bæn. Að knúði hurð fordyrsins og stúlka að nafni Róti gekk til dyra. Þegar hún þekkti málróm Péturs, gáði hún eigi fyrir fögnuði að ljúka upp fordyrinu, heldur hljópin og sagði að Pétur staði fyrir dyrum úti. Þau sögðu við hana: Þú ert fráveita. En hún stóð fast á því að svo væri sem hún sagði. Það þá engill hans, sögðu þeir. En Pétur hélt áfram að berja og þeir luku upp, sáu þeir hann og urðu furðu lostnir. Hann benti þeim með hendinni að vera hljóðir, skýrði þeim frá hvernig drottin hefði leitt hann út úr fangelsinu og bað þá segja Jakobi og bræðrunum frá þessu. Síðan gekk hann út og fór í annan stað. Þegar dagur rann kom ekki lítið fát á hermennina út af því hvaða Pétri væri orðið. Heródes lét leita hans en fann hann ekki. Hann lét á yfirheyra varðmennina og bauð síðan að taka þó að lífi. Síðan fór hann úr Júdíu niður til Sesseríu og sat þar kyrrt. Heródes hafði verið harla gramu Tyrverjum og Sídóningum. Komið þeir saman á fund hans, fengu Blastus, stallara konungs, til fylgis við sig og báðust friðar, en land þeirra var háð landi konungs vistfeng. Á tilsettum degi klæddist Heródes konungsgrúða, settist í hásæti og flutti þeim ræðu, en lýðurinn kallaði: Guðsrétt þetta en eigi manns. Jafnskjótt laust engill drottins hann, sökum þess að hann gaf ekki Guði dýrðina, hann varð ormjetinn og dó. En orð Guðs eldist og breytist út. Barnabas og Sál snéru aftur til Jerúsalem að loknu erindi sínu og tóku með sér Jóhannes, öðru nafni Markus. 13. kafli. Í söfnuðinum Antíókíu voru spámenn og kennarar. Þar voru þeir Barnabas, Símon nefndur Níger, Lúkius frá Kýrene, Mannaen, samfóstur Heródesar, fjórðungsstjóra og Sál. Eitt sinn þeir voru að þjóna drottni og föstuðu, sagði heilagur andi:
skilji frá mér til handa þá Barnabas og Sál til þess verks sem ég hef kallað þá til. Síðan föstuðu þeir og báðust fyrir, lögðu höndir yfir þá og létu þá fara. Þeir fóru nú sendir af heilugum anda til Selvakíu og sigldu þaðan til Kýpur. Þegar þeir voru komnir til Salamis, boðuðu þeir orð Guðs í samkunduhúsum gyðinga, höfðu þeir á Jóhannes til aðstóðar. Þeir fóru alla eina, allt til Pafos, þar fundu þeir teframann nokkurn og falsbámann gyðing hét Ber-Jesús. Hann var hjá landstjóranum í Sergiusi Páli, hygnum manni, sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elamías töframadurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að gera landstjóran fráhverfan trúni, en Sál, sem og nefndur Páll, hvessti á hann augum og sagði, fylltur heilugum anda: Þú, djöfuls sonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls réttlætis, ætla þú aldrei að hætta að rangsnúa réttum vegum drottins. Nú hönd drottins reitt gegn þér og þú munt verða blindur og ekki sjá sól tíma. Jafnskjótt féll yfir hann þoka og myrkur og hann reikaði og leitaði einhvers til að leiða sig. Þegar landstjórinn sá þennan atburð var þann gagntegingin af kenningu drottins og tók trú. Þeir Páll lögðu út frá Pafos og komu til Perge, Pamfylju, en Jóhannes skildi við þá og sneri aftur til Jerúsalem. Sjálfur héldu þeir áfram frá Perge og komu til Antíókíu og Pistíu, gengu og hvíldaði inn í samkunduhúsið og settust, en eftir upplæstur úr lögmálinu og spámannunum sendu samkundustjórarnir til þeirra og sögðu: Bræður, ef þér hafið einhvern hvatningarorð til fólksins, takið þá til máls. Þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendin og sagði: Ísraelsmenn og aðrir þér sem óttist Guð, hlýðið á. Guð líðs þessa Ísraels, útvaldi feður vorra og hóf upp líðin í útlegðin í Egyptalandi. Með upplyftum armi leiddi hann þá út þaðan, og 40 ára skeið fóstraði hann þá í eyðimörkinni. Hann stökkti burt úr 7 þjóðum úr Kananslandi og gaf þeim land þeirra til eignar. Svo stóðum 450 ára skeið. Eftir þetta gaf hann þeim dómara allt til Samúels spámann. Síðan báðu þeir konung og Guð gaf þeim Sál, Kísson, mann af Benjamins ætt. Hann ríkti í 40 ár. Þegar Guð hafði sett hann af, hóf hann upp Davíð til konungs yfir þeim. Hann vitnaði hann: Ég hef fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta, gjöra minn allan vilja minn. Af kyni hans sendi Guð Ísraels frelsara Jesú, samkvæmt fyrirheiti, en áður en hann kom, boðaði Jóhannes öllum Ísraels lið iðræðnaskýrð. Þegar Jóhannes var að enda skeið sitt, sagði hann: Hvern hyggið þér mig vera? Ekki ég hann. Annar kemur eftir mig, og ég eigi verður þess að leysa skó af fótum hans. Bræður, niðjar Abrahams og aðrir yðar á meðal sem óttist Guð, oss sent orð þess hjálpræðis, þeir sem í Jerúsalem búa og höfðingja þeirra þekktu en eigi með skildu orð spámannanna, sem upp lesin hvern hvíldardag, en uppfylltu þau með því að dæma hann. Þótt þeir fyndu enga dauðasök hjá honum, báðu þeir Pílatus að láta lífláta hann. En þeir höfðu fullnað allt sem hann var ritað, tóku þeir hann ofan á krossinum og lögðu í gröf, en Guð vakti hann frá dauðum. Marga daga birtist hann þeim sem með honum fóru frá Galilíum upp til Jerúsalem, og þeir nú vottar hans hjá fólkinu, og við flytjum með þau gleðiboð að fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum hefur hann efnt við oss börn þeirra með því að reisa Jesú upp. Svo ritaði í öðrum sálmunum: Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. En það að hann reisti hann frá dauðum, svo hann hvarfi aldrei aftur í greipar dauðans, hefur hann talað þannig: Yður mun ég veita heilögu, óbrigðulu fyrirheitin sem Davíð voru gefin. Öðrum stað segir: Eigi myndu láta þinn heilaga verða rotnuna bráð. Davíð þjónaði sinni kynslóð að Guðs ráði, síðan sofnaði hann, safnaðist til feðra sinna og varð rotnuna bráð. En sá sem Guð uppvakti varð ekki rotnuna bráð. Það skulu þér því vita, bræður, að yður fyrir hann boðið fyrirgefning syndanna,
og að sérhver trúist réttlætist í honum af öllu því lögmál Móse gat ekki réttlættiður af. Gæti nú þess að eigi komið það yfir yður sem sagt hjá spánöfunum. Sjáið þér spottarar, undrist og verðið engu, því að verk vinni á dögum yðar, verk sem þeir alls ekki myndu trúa þótt einhver segðuðu frá því. Þegar þeir gengu út, báðu mennum að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag og samkomunu var slitið, fylgdu margir gyðingar og guðrækni menn sem tekiðu trú gyðinga, þeim Páli og Barnabasi, en þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins, en gyðingar litu mannfjöldan, fylltu þeir ofstæki og mæltu gegn orðum Páls með guðlasti. Páll og Barnabas svöruðu einarlega, svo hlaut að vera, að orð Guðs væri fyrst flutt yður. Það sem þér nú vísið því á bug og metið sjálfa yður ekki verða eilífslýs, þá snúum við oss nú til heiðingjana, því að svo hefur drottin boðið oss. Ég hef sett þig til að vera ljós heiðina þjóða, að þú sért hjálpraði allt til endi marka jarðar. En heiðingjar heyrðu þetta, glöddust þeir og vegsömuðu orð Guðs og allir þeir sem ætlaðir voru til eilífslýs tóku trú. Og orð drottins breytist út allt héraðið. En gyðingar æstu upp guðraknar hefðarkonur og fyrirmenn borgarinnar og vöktu ofsók gegn Páli og Barnabasi og ráku þá burt úr byggðum sínum. En þeir hristu dusti á fótum sér móti þeim og fóru til Íkoníum. En lærisveinarnir voru fylltir fögnuði og heilugum anda. 14. kafli. Í Íkoníum gengu þeir á sama hátt inn í samkundu gyðinga og töluðu þannig að mikill fjöldi gyðinga og Grikkja tók trú. En vantrúa gyðingar vöktu æsing með heiðingjum og illan hug gegn bræðrunum. Dvöldust þeir þar allangan tíma og töluðu djarlega í trausti til drottins sem staðfesti orð náðar sinna með því að láta tákn og undur gerast fyrir hendur þeirra. Skiptust nú borgárbúar í 2 flokka og voru sumir með gyðingum, aðrir með postulónum. Heiðingjar og gyðingar gjörðu ásamt yfirvöldum sínum samblástur að misþyrma þeim og grýta þá. Þeir komist að þessu og flýðu til borgarna Lýstru og Derbe í Líkoníum og héraðsins umhverfis. Þar héldu þeir áfram að flytja fagnaðarerindið. Í Lýstru var maður nokkur máttana í fótum, lamið frá móðurlífi og hafði aldrei getað gengið. Maður þessi heyrði á máli Páls en Páll horfði á hann og sá að hann hafði trú til þess að verða heill og sagði hárri röstu, rís upp og stattu í fæturnar. Hann spratt upp og tók að ganga. Múgurinn sá hvað Páll hafði gjört og tók að hrópa á líkonisku. Guðirnir eru í manna líki stignir niður til vor. Kölluðu þeir Barnabas Seif en Pál Hermes, því að hann hafði orð fyrir þeim. En prestur í hofi Seifs utan borgar kom með naut og kransa á borgarhlíðunum og vildi færa fórnir ásamt fólkinu. Þegar postularnir Barnabas og Páll heyrðu þetta, rifu þeir klæði sín, stukku inn í mannþröngina og hrópuðu: Menn, hví gjörið þér þetta? Menn eru vér sem þér, yður líkir, og flytjum með þér þau fagnaðarboð að þér skulu hverfa frá þessum fánýtu goðum til lifandi Guðs, sem skapaði himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Hann hefur liðnar aldir leyft að sérhver þjóð gangi sína vegu. En þó hefur hann vitnað sjálfan sig með velgjörðum sínum. Hann hefur gefið yður regn af himni og uppskeru tíðir. Hann hefur veitt yður fæðu og fyllt hjörtu yðar gleði. Með þessum orðum fengu þeir með naumyndu fólki ofan að því að færa þeim fórnir. Þá kom gyðingur frá Antíóki og Íkoníum, töldu þeir fólki á sitt mál og menn grýttu Pál, drógu hann út úr borginu og hugðu hann dáinn. En lærisveinarnir slógu hringum hann og reis hann þá upp og gekk inn í borgina. Daginn eftir fór hann þaðan með Barnabasi til Derbe. Þegar þeir höfðu boðað fagnaðarerindi í þeirri borg og gjört marga af lærisveinum, sneru þeir aftur til Lýstru, Íkoníum og Antíókíu, styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastir í trúnni. Þeir sögðu: Við verðum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Þeir völdu þeim öldunga í hverjum söfnuði, fólu þó síðan
með föstum og bænahaldi, drottni sem þeir höfðu fest trú á. Þá fóru þeir Pisidíu og komu til Pamfíliu. Þeir fluttu orði í Perge, fóru til Attalíu og sigldu þaðan til Antíókíu. En þar höfðu þeir verið faldir náð Guðs til þess verk sem þeir höfðu nú fullnað. Þegar þeir voru þangað komnir, stemdu þeir saman söfnuðinum og greindu frá hversu mikið Guð hafði látið þá gera og að hann hefði upplokið dyrum trúarinnar fyrir heiðingjum. Dvöldust þeir nú allengi hjá læristeinunum. 15. kafli. Þá komu menn sunnan frá Júdeu og kendu bræðrunum svo: Eigi getið þér hólpnið orðin nema þér láti umskerast að sið Móse. Varð mikil misklíð og þræta milli þeirra og Páls og Barnabasar og réðu menn af að Páll og Barnabas og nokkrir þeirra aðrir færu að fund postulanna og öldungana upp til Jerúsalem vegna þessa ágreinings. Söfnuðurum bjó síðan ferð þeirra og fóru þeir Fönikíu og Samaríu og sögðu frá aftur hvarfi heiðingjana og vöktu mikinn fögnum meðal allra bræðranna. Þegar þeir komu til Jerúsalem tók söfnuðurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gjöra. Þá reisu upp nokkrir úr flokki farisea trú hefðu tekið og sögðu: Þá ber að umskera og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp og sagði við þá: Bræðun, þér vitið að Guð kaus sér það fyrir löngu yðar á meðal að heiðingjarnir skyldu fyrir minn heyra orð fagnaðarerindisins og taka trú, og Guð, sem hjörtun þekkir, bar vitni hann gaf þeim heilagan anda eins og oss. Engan mun gjörði hann á oss og þeim, hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúnni. Hví freisti þeir nú Guðs með því að leggja ok á háls lærisveinanna, hvorki feður vorunni vér megnuðum að bera. Vér trúum þó því að vér verðum hólpni fyrir náð drottins Jesú á sama hátt og þeir. Þá sló þögn á allan hópinn og menn hlýddu á Barnabas og Pál þeir sögðu frá hve mörg tákn og undur Guð hafði látið þá gjöra meðal heiðingjana. Þegar þeir höfðu lokið máli sínu, sagði Jakob: Bræður, hlýðið á mig. Símon hefur skýrt frá hvernig Guð sá til þess í fyrstu að hann eignaðist líð meðal heiðinna þjóða bæri nafn hans. Í samræmi við þetta orð spámannanna svo sem ritað Eftir þetta mun ég aftur koma og endurreisa hina föllnu tjaldbúð Davís. Ég mun reisa hann úr rústum og gera hann upp aftur, svo að mennirnir sem eftir leiti drottins. Allir heiðingjarnir sem nafn mitt hefur verið nefnt yfir, segir drottin sem gjörir þetta kunnugt frá eilíð. Ég líti svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekkað af skurgoðum, frá sölleifnaði, frá kjöti, af sköpnuðum dýrum og frá blóði. Frá fornu fari hafa menn predikað Móse í öllum borgum. Hann lesin upp í samkundunum hvern hvíldardag. Postularnir og öldungarnir ásamt öllum söfnuðinum samþyktu þá að kjósa menn úr sínum hópi og senda með Páli og Barnabasi til Antíókíu. Þá Júdas kallaður var Barsabas og Sílas, forustumenn meðal bræðranna, þeir rituðu með þeim. Postularnir og öldungarnir, bræður yðar, senda bræðurna í Antíókíu, Sýrlandi og Kilikíu áður voru heiðinir kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti og huga yðar án þess að við hefðum þeim neitt boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskaða Barnabasi og Páli, mönnum lagt hafa líf sitt í hættu vegna nafns drottins vors Jesú Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yðar en þetta sem nauðsynlegt að þér haldi yður frá kjöti fórnuðu skurðgoðum, blóði, kjöti af köpnuðum dýrum og sörleifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þið vel, verið sælir. Þeir voru nú sendir af stað og komu norður til Antíókíu, kölluðu saman söfnuðinn og skiluðu bréfunum.
En menn lásu það, þeir glaðir yfir þessari uppörfun. Júdas og Sílas, sem sjálfur voru spámenn, hvöttu bræðurna með mörgum orðum og styrktu þá. Þegar þeir höfðu dvalist þar hríð, hvöttu þeir bræðurna og báðu þeim friðar og héldu aftur til þeirra sem hefðu sent þá. En Páll og Barnabas héldu keri fyrir Antíókíu, kenndu og boðu ásamt mörgum öðrum orð drottins. Eftir nokkra daga sögðu Páll við Barnabas: förum nú aftur og vitjum bræðrana í hverri borg þar sem við höfum boðað orð drottins og sjáum hvað þeim líður. Barnabas vildi þá líka taka með Jóhannes kallað var Markus, en Páli þótti eigi rétt að taka með þann mann, en skili hafði við þá í Pamfílíu og ekki gengið að verki með þeim. Var þeim mjög sundurorða og skildi þar með þeim. Tók Barnabas Markus með sér og sigldi til Kýpur, en Páll kaus sér Sílas og fór af stað og fólu bræðurnir hann náð drottins. Fór hann Sýrland og Kílíki og styrkti söfnuðinn. 16. kafli. Hann kom til Derbe og Lýstru. Þar voru lærisveinn nokkur, Tímóteus að nafni, sonur trúaðra konu að gyðinga ætt, faðir hans var grískur. Bræðurnir í Lýstru og Íkoníum báru honum gott orð. Páll vildi hafa hann með sér og umskar hann sökum gyðinga, voru í þeim byggðum, því allir vissu þeir að faðir hans var grískur. Þeir fóru nú borgirnar, fluttu mönnu þar ályktanir sem postularnir og öldungarnir í Jerúsalem höfðu samþykkt og buðu að varðveita þær. En söfnuðurinn styrktist í trúnni og urðu fjölmennari dag frá degi. Þeir fóru Fríkíu, Galataland, því að heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir voru komnir að Mísu, reyndu þeir að fara til Bíþíníu, en andi Jesú lefði það eigi. Þeir fóru þá Mísu og komu niður til Tróas. Nóttina birtist Páli sýn. Maður nokkur magadónskur stóð hjá honum og bað hann: kom yfir til Magadóni og hjálpa oss. En jafnskjótt hann hafði séð þessa sýn, leituðum við færist að komast til Magadóníum, þar sem við skildum að Guð hafði kallað oss til þess að flytja þeim fagnaðarerindið. Nú lögðum við út frá Tróas og sigldum beint til Samaþraki, en næsta dag til Napolis og þaðan til Filippí. Hún elsta borg í þessum hluta Magadóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að áætni, en þar hugðumst við vera bænastað. Settust við niður og töluðum við konurnar sem voru þar saman komnar. Konan nokkur guðræki nú Þíatíuborg, Lítía að nafni, verslaði með purpura lítið á. Opnaði drottin hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skýrð á heimili hennar og hún bað oss gangi inn í hús mitt og dveljist þar, fyrst þér teljið mig trúa á drottin. Þessu fylgdi hún fast fram. Eitt sinn við gengum til bænastaðarins, mætti oss ambátt nokkur sem hafði spásagnar anda og aflaði húsbændu sínum mikil skróða með því að spá. Hún elti Pál og oss og hrópaði: menn þessir þjónar Guðs hins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpræðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fékk það illa. Loksins sneri hann sér við og sagði við andan: ég býð þér í nafni Jesú Krist að fara út af henni, og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu að þar fór ábáta von þeirra, gripu þeir Pál og Sílas og dróðu þá á torgið fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfðsmannana og sögðu: menn þessir gjöra mestu óspektir í borgvori. Þeir gyðingar og boða siði sem oss rómverskum mönnum leyfist hvorki að þýðast né fylgja. Mógurinn réðst og gegn þeim og höfðusmennirnir létu fletta þá klæðum og skipuðu að hústríkja þá. Og þeir hafðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangelsi og buðu fangaverðunum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim í innsta fangelsið og felldi stokk á fætur þeim. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuðu á þá var skyndilega landskjálfti mikill, svo að grunnu fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjöturarnir féll af öllum. Fangavörðurinn vaknaði við og hann sá fangelsisdyrnar opnar, dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar hann höfðu fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu: gjör þú sjálfum þér ekkert mein, vér hér allir.
En hann bað ljós, stökk inn og féll óttasleginn til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiddi hann þá út og sagði: Herrar mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpinn? En þeir sögðu: Trú þó á drottin Jesú og þú munt verða hólpinn og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hann. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meiðsl þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Síðan fór hann með þá upp í húsitt og bar þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð. Þegar dagur rann sendu höfðusmennirnir vandsveina og sögðu: Látu menn þessa lausa. Fangavörðun flutti Páli þessu orð: Höfðusmennirnir hafa sendt boðum að þeir skulu látni lausir. Gangin út og farið í friði. En Páll sagði við þá: Þeir hafa opinberlega látið húsríkja okkur, rómverska menn, án dóms og laga og varpa í fangilsi og nú ætla þeir leynilega að hleypa okkur út. Ég held nú síður. Þeir skulu koma sjálfur og leiða okkur út. Vandsveinarnir fluttu höfðusmönnunum þessi orð, en þeir urðu hræddir þeir heyrðu að þeir væri rómverskir og komu og friðmæltust við þá, leituðu út og báðu þá að fara burt úr borginni. Þegar þeir voru komnir út úr fangilsinu, fóru þeir heim til Lítíu, fundu bræðurnar og hugreistu þá. Síðan héldu þeir af stað. 17. kapli. Þeir fóru Amfípólis og Apollóníu og komu til Þessalóníku. Þar áttu gyðingar samkundu. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og 3 hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af reikningunni. Lauk þeim upp fyrir þeim og setti þeim fyrir sjónur að Kristur átti að líða og rísa upp frá dauðum. Hann sagði: Jesús sem ég boðaði yður, hann er Kristur. Nokkrir þeirra létu sannfærast og gengu til fylgis við Pál og Sílas, auk þess mikill fjöldi guðrækina Grikkja og mikilsáttar konur eigi allfáar. En gyðinga fylltust afbríð og fengu með sér götuskríl, æstu til uppdóta og hleyptu borgin í uppnám. Þustu þeir að húsi Jasonar og vildu færa þá fyrir líðin. En þegar þeir fundu þá ekki, dróðu þeir Jason og nokkra bræðu fyrir borgarstjórana og hrópuðu: Mennirnir sem komið hafa allir í heimsbyggðin í uppnám, þeir eru nú komnir hingað, og Jason hefur tekið á móti þeim. Allir þessir breyta gegn boðum keisarans, því að þeir segja að annars sé konungur og það sé Jesús. Og þeir vöktu óhug með fólkinu og einnig við borgarstjórunum með þessum orðum. Slepptu þeir ekki þeim Jasoni fyrr, en þeir hefðu látið þá setja tryggingu. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beróju. Þegar þeir komu þanga, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allir góðfýsi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig Grikkir, ekki allfáir, tignar konur og karlar, en gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Beróju, komu þeir og hleyptu líka ólgu og æsingu í múgin þar. Þá sendu bræðurnir jafnskjótt með Pál af stað til sjávar, en Sílas og Tímóteus urðu eftir. Leiðsögumenn Páls fylgdu honum allt til Aþenu og snéru aftur með boð til Sílasar og Tímóteusar að koma hið bráðasta til hans. Meðan Páll beið þeirra í Aþenu var honum mikil skapraun að sjá að borgin var full af skurðgoðum. Hann ræddi þá í samkundinu við gyðinga og guðrækna menn og hvern dag á torginu við þá sem urðu á vegi hann, en nokkrir heimspekingar, ebúkýringar og stóumenn áttu og í orðarskasti við hann. Sögðu sumir: Hvað mun skraffunur sá hafa að flytja? Aðrir sögðu: Hann verði boða ókenda Guði, því hann flutti fagnaðarerindi Jesú upprisuna. Og þeir tóku hann og fóru með hann á Assereshæð og sögðu: Getum við fengið að vita hver þessi nýja kenning sem þú fer með? Því að eitthvað nýstarlegt flytur þú oss til eyrna og oss fýsir að vita hvað þetta er. En allir aþeningar og aðkomumenn þar gáfust sér ekki tóm til annars fremur en að segja eða heyra einhver nýmæli. Þá stéð Páll fram á miðri Assereshæð og tók til máls: Aþeningar, þér komið mér svo fyrir sjónir að þér séuð í öllum greinum mikli trúmenn.
Þegar ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar og fann þá meðal annars altari sem á ritað ókunnum Guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður. Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki musturum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og hann þyrfti nokkurs við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og and á alla hluti. Hann skóp boga af einum allar þjóðin manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið setta tíma og mörk búlstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, ef verða mætti þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af oss. Í honum lifum, hrærust og erum við. Svo hafa og skáldið sagt, því að við erum líka hans ættar. Fyrst við erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að guðdómursins líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hugleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunnar, boðar nú mönnum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum, því hann hefur sett dag hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina með réttvísi. Þetta hefur hann sannað öllum mönnum með því að reisa hann frá dauðum. Þegar þeir heyrðu nefnda uppristu dauðura, gjörðu sumi gys en aðri sögðu, við munum hlusta á þetta hjá þér öðru sinni. Þannig skildi Páll við þá, en nokkrir menn slógust í fylgd hans. Þeir tóku trú, meðal þeirra var Díníosus, einn var Arepagus dóminum og kona nokkur Damarías að nafni og aðri fleiri. 18. kafli. Eftir þetta fór Páll frá Athenum og kom til Korintu. Þar hitti hann gyðing nokkur Akvílas að nafni, ættaðan frá Pontus, nýkominn frá Ítalíu, frá Priskilu konu hans, en Kládius hafði skipað svo fyrir að allir gyðingar skildu fara burt úr Róm. Páll fór til þeirra og að því hann stundaði sömu iðn, settist hann að hjá þeim og vann með þeim. Þeir voru tjaldgjörðamenn að iðn. Hann ræddi við menn í samkunduhúsinu hvern hvíldardag og reyndi að sannfæra bæði gyðinga og Grikki. Þegar þeir Sílas og Tímóteus komu norðan frá Makedóníu, gaf Páll sig allan að boðun orðsins og vitnaði fyrir gyðingum að Jesús væri Kristur. En þeir stóðu í gegn og læstmælti hristi hann dustið á klæðum sínum og sagði við þá, blóðið yðar komi yfir höfuð yðar, ekki mér að kenna. Upp frá þessu fer ég til heiðingjana. Og hann fór þaðan og kom í hús manns nokkurs þegar hét Títus Justus og dyrkaði Guð. Hús hans var hjá samkunduhúsinu. Krispus samkundustjóri tók trú á drottin og allt heimili hans og margir korundumenn sem á hlýtu tóku trú og létu skýrast. En drottin sagði við Pál nótti sín, óttast þú eigi, heldur talað þú og þagna ekki. Ég með þér, enginn skal ráðast að þér og vinna þér mein, því að ég á margt fólk í þessari borg. Hann var þar girt 3 misseri og kendi þeim orð Guð, en þegar Gallión var landstjóri í Akkeu, bundust gyðingar samtökum gegn Páli, dró hann fyrir dómstólun og sögðu. Maður þessi tæli menn til að dýrka Guði, gagnstætt lögmálinu. Páll bjóst til að svara og þá sagði Gallión við gyðingana, væri hér einhvern lögbrot og illvirki að ræða, bæri mér að sinna yður, gyðingar, en fyrst að eru þrætur orð og nöfn og lögmáliðar, þá ráði sjálfur fram úr því, dómar í þeim sökum vil ég ekki vera. Og hann rak þó burt frá dómstólnum. Þá tóku þeir allir Sósþennes samkundustjóra og fóru að berja hann fyrir fram að dómstólinn og lét Gallión sig það engu var skipta. Páll var þar ennum kyrt allmarga daga, hvatti síðan bræðurna og sildi til Sýrland og með honum Priskilja og Akvílas. Lét hann áður skera hár sitt í kankrifu, því að heit hafði hvílt á honum. Þeir komu til Efesus, þar skildi hann við þá, en gekk sjálfur inn í samkunduhúsið og ræddi við gyðinga. Þeir báðu hann að standa lengur við, en hann varð ekki við því, heldur hvatti þá og sagði, ég skal koma aftur til yðar ef Guð lofar. Síðan lét hann í haf frá Efesus, lenti í Sesseríu, fór upp eftir til Jerúsalem og heilsaði söfnuðinum. Síðan hélt hann norður til Antíókíu, þegar hann hafði dvalist þar hríð, hélt hann af stað og fór eins og leiðileikur Galataland og Fríkíu og styrkti alla lærisveinana.
En gyðingur nokkur, Apollos að nafni, ættaður frá Alexandríu, kom til Efesus. Hann var maður vel máli farinn og færi ritningunum. Hann hafði verið fræddur um veg drottins og brennandi í andanum og talaði hann og kendi kostgjafilega um Jesú. Þó þekkti hann aðeins skírn Jóhannesar. Þessi maður tók nú að tala djarflega í samkunduhúsinu. Priskilía og Akvalas heyrðu til hans, tóku hann að sér og skýrðu nánar fyrir honum Guðs veg. Hann fýsti að fara yfir til Akku. Bræðurnir hvöttu hann til þess og rituðu lærisveinunum þar að taka honum vel. Hann kom þangað og var til mikillar hjálpar þeim sem fyrir Guðs náð höfðu tekið trú, því hann hrakti skarplega rök gyðinga í allra áheyrn og sannaði ritningunum að Jesús væri Kristur. 19. kapli. Meðan Apollos var í Korindu fór Páll upplöndin og kom til Efesus. Það ritti hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá: Fengu þér heilagan anda þeir tóku trú? Þeir svöruðu: Nei, við höfum ekki einu sinni heyrt að heilagur andi sé til. Hann sagði: Upp á hvað eru þér skýrðir? Þeir sögðu: Skírn Jóhannesar. Þá mælti Páll: Jóhannes skýrði iðrunaskírn og sagði lýðnum að trúa á þann sem eftir sig kæmi, það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, létu þeir skýrast til nafni drottins Jesú. Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heilagur andi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessi menn voru alls 12. Páll sótti nú samkunduna í 3 mánuði og talaði þar djarflega og reyndi að sannfæra menn Guðs ríki, en nokkrir brynjuðu sig og vildu ekki trúa. Þegar þeir tóku að illmæla veginum í áhært fólksins, sagði Páll skili við þá, greindi lærisveinunum frá þeim og síðan talaði hann daglega í skóla Týranusar. Þessu fór fram í 2 ár. Svo allir þeir sem í Asíu bjuggu heyrðu orð drottins, bæði gyðingar og Grikkir. Guð gerði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Pál. Það bar við að menn lögðu dúka og flíkur af Páli á sjúka og hörfu þá veikindi þeirra og illir anda fór út af þeim. En nokkri gyðingar fóru og frömdu andasæringar, tóku og fyrir að nefna nafn drottins Jesú yfir þeim höfðu illa anda. Þeir sögðu: Ég særiði við Jesú þann sem Páll predikar. Þeir þetta frömdu voru 7 synir gyðings nokkur Skefa æðstaprest. En illi andinn sagði við þá: Jesú þekki ég og Pál kannast ég við, en hverjir eru þér? Og maðurinn sem illi andinn var í flaug á þá, keyrði þá alla undir sig og lék það svo hart að þeir flýðu naktir og særðir úr húsinu. Þetta var kunnugt öllum Efesusbúum, bæði gyðingum og Grikkjum, og ótta sló á þá alla og nafn drottins Jesú var mikla. Margir þeirra sem trú höfðu tekið komu, gjörðu játningu og sögðu frá athæfi sínu, og allmargir farið höfðu með kukl, komið með bækur sínur og brenndu þær að öllum ásjáandi. Þar voru samtals virtar á 50.000 silfurpeninga. Þannig breytist orð drottins út og eldist í krafti hans. Þá þetta var garð gengi, tók Páll þá ákvörðun að ferðast Makedóníu og Akku og fara síðan til Jerúsalem. Hann sagði: Þegar ég hef verið þar, ber mér líka að sjá Róm. Hann sendi 2 aðstoðumenn sína, þá Tímóteus og Erastus, til Makedóníu, en dvaldi sjálfur tíma í Asíu. Í þann tíma urðu miklar æsingar út af veginum. Demetrius hét maður og var silfursmiður. Bjó hann til Artemistamusteri úr silfri og veittist miðum eigi litla atvinnu. Hann stemdi þeim saman og öðrum sem að slíku unnu og sögðu: Góðir menn, þér vitið að velmögun vor hvílir á þessar atvinnu, og þið sjáuð og heyrið að Páll þessi hefur með fortölum sínum snúið fjölda fólks, ekki einungis í Efesus, heldur nær gjörvalla Asíu. Hann segir að eigi séu það neini guðir sem með höndum gjörðir. Nú horfir þetta ekki einungis iðnvoru til smánar, heldur einnig til þess að helgidómur hinnar miklu gyðju Artemisar verði einskis virtur og að hún sem öll Asíu og heimsbyggðin dýrkar verði svipt tign sinni. En þeir heyrðu þetta, urðu þeir afar reiður og æftur. Mikill Artemis Efesusmanna. Og öll borgin komst í uppnám, menn þustu hverjum annan til leikvangsins og þrifu með sér þá Gaius og Aristarkus, förunuta Páls úr Makedóníu. En Páll vildi ganga inn í mannþröngina, leyfðu lærisveinarnir honum það ekki. Nokkrir höfðingjar skattlandsins, sem voru vinir hans, sendu einnig til hans og báð hann hætta sér ekki
inn á leikvanginn. Menn hrópuðu nú sitt hver, því að mannsöfnunum var í uppnámi og vissu fæstir hvers vegna þeir voru saman komnir. Nokkrir í mannþrönginni töldu það vera vegna Alexanders því að gyðingar ýttu honum fram, en Alexander benti til hljóðs með hendinni og vildi verja mál sitt fyrir fólkinu. Þegar menn urðu þess vísir að hann var gyðingur, lustu allir upp einu opi og hrópuðu í nærfellt 2 stundur: Mikillir Artemis Efesusmanna. En borgarritarinn gat sefa fólkið og mælti: Efesusmenn, hver er sá maður að hann viti ekki að borg Efesusmanna geymir musteri hinnar miklu Artemisar og steinninn helgi af himni? Þar sem enginn má gegn því mæla, ber yður að vera stilltur og hrapa ekki að einu. Þér hafi dregið þessa menn hinga, þótt þeir hafi hvorki fram í helgispjötn en lastmælt gyðjuvorið. Eigi nú Dímetreus og smiðirnir sem honum fylgja sök við nokkur, þá eru þingdagar haldnir og til eru landstjórar. Eigist þeir lög við, en ef þér hafið annars að krefja, má gera út það á löglugu þingi. Við eigum að hætta að vera sakaður uppreist fyrir þetta í dag og getum ekki bent á neitt tilefni sem geti afsakað slík ólæti. Að svo mæltu léta hann mannsöfniðinn fara. 20. kafli. Þegar þessum látum lindi sendi Páll eftir lærisveinunum, uppörvaði þá og kvaddi síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú þau héruð uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hélt hann til Grikklands, dvaldist hann þar 3 mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands, en þar gyðingar brugguðu honum launróð, tók hann til bragðs að hverfa aftur Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópetas Pírusson frá Beróju, Aristarkus og Sekundus frá Þessalóníku, Gaius frá Derbe, Tímoteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófímus. Þeir fóru á undan og biðu vor í Tróad, en vér sigldum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filipi og komið til þeirra í Tróas á 5. degi. Það stóðum vér við í 7 daga. Fyrsta dag vikunar við vorum samankomnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir, endist að ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum samankomnir. Ungmenni eitt, Eftíkus að nafni, satt í glugganum. Seg á hann svefnhörgi Páll ræddi svo lengi og féll hann sofandi ofan að 3. lofti. Hann var liðinn þegar hann var tekin upp. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utan hann og sagði: Verið stilltir, það líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögun, að svo búnu hélt hann brott, en þeir fóru með Sveini lifandi og hugguðust mikilega. Við fórum á undan til skips og sigldum til Assus. Þar ætluðum við að taka Pál, svo hafði hann fyrirlagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt oss í Assus, tóku við hann á skip og héldu til Mítilíni. Síðan sigldu við daginn eftir og komu til móts við Kíos. Áður en degi fóru við til Samos og komu næsta dag til Míletus. En Páll hafði sett sér að sigla fram hjá Efesus, svo hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðaði ferð sinni verða mætti að hann kæmist til Jerúsalem á hvítasunnudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og boðaði til sín öldunga safnaðarins. Þegar þeir komu til hann, sagði hann við þá: Þér vitið hvernig ég hef hagað mér hjá yður alla tíð frá þeim degi ég kom fyrst til Asíu. Ég þóni að drottni í allir auðmýkt með tárum og í raunum sem að mér hafa steðjað að launráðum gyðinga. Þér vitið að ég dró ekkert undan sem yður mátti að gagni verða, heldur boðaði yður það og kendi opinberlega og í heimahúsum og vitnaði bæði fyrir gyðingum og Grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottin vorni Jesú. Og nú ég á leið til Jerúsalem, knúin af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér, nema að heilagur andi birti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar bíði mín. En mér líf mitt einskis virði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottin Jesú fól mér, að bera vitnið fagnaðarerindin Guðs náð. Nú veit ég að þér munu ekki framar sjá mig, engir þér sem ég hef komið til og boða ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir yður nú í dag
að ekki mig að saka þótt einhver glatist, þegar ég hef boðið yður allt Guðs ráð og ekkert regið undan. Hafið gát á sjálfum yður og allir hjörðinni, sem heilagur andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju, sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni, og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vakið því og verið þess minnugir að ég ámyndi stöðugt sérkvetniðar með tárum dag og nótt í 3 ár. Nú fel ég yður Guði og orðin náðar hans sem máttut að uppbyggja yður og gefa yður arfleið með öllum þeim sem helgaðir eru. Eigi giltnist ég silfurinn gulln í klæði nokkurs manns. Sjálfur vitið þér að þessir hendur unnu fyrir öllu því ég þurfti með og þeir með mér voru. Í öllu sýndi ég yður að með því að vinna þannig ber oss að annast óstyrka og minnast orða drottins Jesú, að hann sjálfur sagði, sælla að gefa en þiggja. Þegar hann hafði þetta mælt, féll hann á kné og baðst fyrir ásamt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, féllu háls Páli og kistu hann. Mest var þeim þau orð hans að þeir myndu aldrei fram að sjá hann, síðan fylgdu þeir honum til skips. 21. kafli. Þegar við höfum slitið oss frá þeim, létum við í haf og heldum heim á leið til Kós, næsta dæli Rótus og þaðan til Patara. Þar hittum við á skip fara átti til Fönikíu, stigum við á það og létum í haf. Við höfðum landsinn af Kýpur, létum hann á bakborð og sigldum til Sýrlands og tókum höfn í Týrus. Þar átti skipið að leggja upp farminum. Við fundum lærisveinana og dvöldumst þar 7 daga. Þau sögðu Páli af gift andans að hann skyldi ekki halda áfram til Jerúsalem. Að þessum dögum leiðinum lögðum við af stað. Fylgdu þeir oss allir á veg með honum og börnum út fyrir borgina. Við féllum á kné í fjörunni og báðumst fyrir. Þar kvöddumst við. Við stigum á skip en hinir sneru aftur heim til sín. Við komum til Pótólmeis frá Týrus og lögum þar sjóferðinni. Við heilsuðum bræðrunum og döldumst hjá þeim 1 dag. Daginn eftir fórum við þaðan og komum til Sesseríu, gengum inn í hús Fílipusar trúboða sem var einn af þeim 7 og döldumst hjá honum. Hann átti 4 ógiftar dætur, getar spátt skáu. Þegar við höfum dvalist þar nokkra daga kom spámaður einn ofan frá Júdeu, Agabus að nafni. Hann kom til vor, tók belti Páls, batt fætur sína og hendur og mælti. Svo segir heilagur andi, þannig munu gyðingar í Jerúsalem binda þann mann sem þetta belti á og selja hann í hendur heiðingjum. Þegar við heyrðum þetta, lögðum við og heimamenn að Páli að fara ekki upp til Jerúsalem. En hann sagði, hví gráti þér og hrelli hjarta mitt? Ég aðeins reiðubúin að láta binda mig, heldur og að deyja í Jerúsalem fyrir nafn drottins Jesú. Honum varð eigi talið hugvar, þá létum við kyrkt og sögðum, verði drottins vilji. Að þessum dögum liðnum byggumst við til ferðar og heldum upp til Jerúsalem. Nokkri lærisveinar frá Sesseríu urðu oss samferða. Þeir fórum með oss til Mansons, nokkurum frá Kýpur, lærisveins frá elstu tíð og skildu við gista hjá honum. Þegar við komum til Jerúsalem tóku bræðurnir oss feginsamlega. Næsta dag gekk Páll með oss til Jakobs og allir öldungarnir komu þangað. Páll heilsaði þeim og lýsti síðan nákvæmlega öllu sem Guð hafði gjört meðal heiðingjana með þjónustu hann. Þeir vöxumuðu Guð fyrir það sem þeir heyrðu og sögðu við hann, þú sérð, bróðir, hve margir tugir þúsunda það eru meðal gyðinga sem trú hafa tekið og allir eru þeir vandlátir lögmálið. En þeim hefur verið sagt að þú kennir öllum gyðingum sem eru meðal heiðingja að hverfa frá Móse og segir að þeir skulu hvorki umskera börn sín eða fylgja siðum vorum. Hvað á nú að gera? Víst mun það spyrjast að þú ert komin. Gjör því þetta sem við nú segjum þér. Hjá oss eru 4 menn sem heit hvílir á. Takk þá með þér, lát hreinsast með þeim og ber kostnaðinn fyrir þá, að þeir geti látið raka höfuð sín. Þá mega allir sjá að ekkert hæft í því sem þeim hefur verið sagt þig.
heldur gætir þú lögmálsins sjálfur í breytni þinni. En heiðingja sem trú hafa tekið höfum við gefið út bréf og ályktað að þeir skulu varast kjöt, fórna skurðgoðum, blóð, kjöt af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir, síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenar hreinsunardagarnir væri á enda og fórnin fyrir hvern þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir 7 voru nærliðinir sáu gyðinga frá Asíu Pál í helgidómunum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu: Ísraelsmenn, veiti nú lið, þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllum það sem er andstætt lýðnum lögmálinu á þessum stað. Og nú hefur hann aukhaldur farið með Grikki inn í helgidómin og saurgað þennan heilaga stað. En þeir höfðu áður séð Trófímus frá Efesus með honum í borginu og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að, þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunum læst, þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveitaforingjarnum var tjáð að öll Jerúsalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og 100 höfðingja og hljóp niður þeirra. Þegar þeir sáu hersveitaforingjan og hermennina hættu þeir að berja Pál. Hersveitaforingin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann 2 fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gjört. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum urðu hermennirnir að bera hann vegna ofstans í fólkinu, en mógur mann fylgdi eftir og æpti burt með hann. Leið að fara áttu með Pál inn í kastalan, segir hann við hersveitaforingjan: Leyfist mér að tala nokkur orð við þig. Hann svaraði: Kannt þú grísku? Ekki ert þú þó Egyptin sem æsti til uppreisnar á dögunum og fór með morðvargana 4000 út í óbyggðin? Pál sagði: Ég er gyðingur, fór á Tarsus í Kilikíu, borgari og ekki ómerkum bæ. Ég bið þig, leyf mér að tala til fólksins. Hann leyfði það. Pál bandaði hendi til fólksins þar sem hann stóð á þrepunum. Þegar hann hafði fengið gott hljóð, mælti hann til þeirra á hebreskri tungu. 22. kafli. Bræður og feður, hlustið á það sem ég ætla að flytja yður mér til varnar. En þeir heyrðu hann ávarpa sig á hebresku, urðu þeir enn hljóðari. Hann heldur áfram: Ég er gyðingur, fæddur í Tarsus í Kilikíu, en alinn upp í þessari borg. Við fætur Gamalías hlaut ég fyllsta uppfræðslu í lögmáli feðra vora. Guðs stríðsmaður vildi ég vera, ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsátti þá sem voru þessa vegar og sparði ekki líf þeirra, færði ég fjötra og hnefti í fangelsi karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungaráði geta borið mér vitni þetta. Hjá þeim fekk ég bréf til bræðranna í Damaskus og fór þangað til að flytja einnig þá þar voru í böndum til Jerúsalem að þeim yrði refsað. En á leiðinni ég nálgaðist Damaskus, bar svo við hádegisbil að ljósmikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég féll til jarðar og heyrði röst sagði við mig: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Ég svaraði: Hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig: Ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en röst þess við mig talaði heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég: Hvað á ég að gera, herra? En drottinn sagði við mig: Rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér vera sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þess ljós, urðu fjörunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus. En Ananías nokkur, maður guðrækin eftir lögmálunni og í góðum metum hjá öllum gyðingum, þar bjuggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði: Sál, bróðir, fá þú aftur sjón þína. Á sömu stundu fekk ég sjónina og sá hann, en hann sagði: Guð feðra vorra hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta og að heyra röstina af munni hans. Því að þú skalt honum vottur vera hjá öllum mönnum það sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast
og laugast af syndum þínum. En þegar ég var komin aftur til Jerúsalem og baðst fyrir í helgidómunum, varð ég frá mér numin og sá hann sagði við mig, flýt þér og far sem skjótast burt úr Jerúsalem, því að þeir munu ekki veita viðtöku vitnisburði þínum mig. Ég sagði, Drottinn, þeir vita að ég hef verið að neppa í fangelsi þá sem trúðu á þig og látið húðstrýkja þá í samkundu húsunum. Og þegar úttelt var blóði Stefáns, vottar þíns, stóð ég sjálfur þar hjá og lét mig vel líka og varðveitti klæði þeirra sem tóku hann að lífi. Hann sagði við mig, far þú, því að ég mun senda þig til heiðingja langt í burtu. Alltaf þessu orði hlýttu þeir á hann, en nú hófu þeir upp raustu sína og hrópuðu, burt með slíka mann af jörðinni, eigi hæfir að hann lifi. Nú sem þeir æftu og vingsuðu klæðum sínum og þyrlu ríki í loft upp, skipaði hersetafóringinn að fara með hann inn í kastalan og hýða hann og kúa hann með því til sagna, svo hann kæmist að því fyrir hverja sög þeir gjörðu slík óbað honum. En þá þeir strengdu hann undir höggin, sagði Páll við 100-höfðingjan, hjá stóðu, leyfist yður að húðstrýkja rómverska mann og það án dóms og laga. Þegar 100-höfðinginn heyrði þetta, fór hann til hersveitafóringjans, skýrði honum frá og sagði, hvað ert þú að gera, maður þessi rómverskur? Hersveitafóringinn kom þá og sagði við Pál, seg mér, ert þú rómversku borgari? Páll sagði, já. Hersveitafóringinn sagði, fyrir ærið fyrir keypti ég þennan þegn rétt. En Páll sagði, ég með að segja með honum fæddur. Þeir sem áttu að kúa hann til sagna viku nú jáskjátt frá honum og hersveitafóringinn var hræddur hann var þess vís að það var rómversku maður sem hann hafði látið binda. Daginn eftir vildi hann ganga á skugga fyrir hvað gyðingar kærðu hann, lét leysa hann og bauð að æðstu prestarnir og allt ráðið kemi saman. Síðan kom hann ofan með Pál og leiddi hann fram. 23. kapli fyrir þá. En Páll hvessti augun á ráðið og mælti, bræður, ég hef í öllu breytt með góðri samvisku fyrir Guði fram á þennan dag. En Ananías æðsti prestur skipaði þeim hjá stóðu að ljósta hann á munnin. Þá sagði Páll við hann, Guð mun ljósta þig, kalkaði veggur. Hér situr þú til að dæma mig samkvæmt lögmálinu og skipar þó þvert ofan í lögmálið að slá mig. Þeir sem hjá stóðu sögðu, smánar þú æðsta prest Guðs? Páll svaraði, ekki vissi ég bræður að hann væri æðsti prestu, því rita þér, þú skalt ekki illmæla höfðingja liðstíns. Nú vissi Páll að sumir þeirra voru sadúkear en aðrir farísear og hann hrópaði upp í ráðinu, bræður, ég farísei, að faríseum komin, ég lögsóttu fyrir vonunum upprisu dauða. Þegar hann sagði þetta, var deila milli farísea og sadúkea og þingheimur skiptist í flokka. Því sadúkear segja að ekki sé til upprisa, englarnir andar, en farísea játa allt þetta. Nú var hróp mikið og nokkri fræðimenn af flokki farísea risu upp og fullyrtu. Við sjáum ekki að þessi maður hafi brotið af sér. Gæti ekki hugsast að andi hafi talað við hann eða engill. Deilan harðnaði og hersveitafóringinn fór að óttast að þeir ætlaði að rífa Pál í sundur. Þeir skipa hann herliðin að koma ofan, taka hann af þeim og færa hann inn í kastalan. Nóttina eftir kom Drottinn til hans og sagði, vertu hugraustur, svo sem þú hefur vitnað mig í Jerúsalem, eins ber þér að vitna í Róm. Þegar dagur rann, bundu gyðingar samtökum og sóru þess eyða eta hvorki né drekka fyrr en þeir höfðu ráðið Pál af dögum. Voru þeir fleiri en 40 sem þetta samsæri gjörðu. Þeir fóru til æðstu prestana og öldungana og sögðu, við höfum svarið þess dýra neyð að neita einskis fyrir en við höfum ráðið Pál af dögum. Nú skulu þér og ráði leggja til við hersveitafóringjana að hann láti senda hann niður til yðar, svo sem þér vildu þær kynna yður mál hans rækilegar. En við erum við því búnir að vega hann áður en hann kemst alla leið. En systursonur Páls heyrði fyrir sátina. Hann gekk inn í kastalan og sagði Páli frá. Pál kallaði til sín 100-höfðingjan og mælti, far þú með þennan unga mann til hersveitafóringjans, því hann hefur nokkuð að segja honum. 100-höfðinginn tók hann með sér, fór með hann til hersveitafóringjans og sagði,
Fanginn Páll kallaði mig til sín og bað mig að fara til þín með þennan unga mann. Hann hefur eitthvað að segja þér. Hersveitafóringinn tók í hönd honum, leiddi hann afsíðis og spurði, hvað er það sem þú hefur að segja mér? Hann svaraði, gyðingar hafa komið sér saman að biðja þig að senda Pál niður í ráðið á morgun, þar þeir ætla að rannsaka mál hans rækilega. En látu ekki að vilja þeirra, því að menn þeirra, fleiri en 40, sitja fyrir honum og hafa svarið þess eið og eta hvorkinni drekka fyrir en þeir hafa vegið hann. Nú eru þeir viðbúnir að bíða eftir að svarið komi frá þér. Hersveitafóringinn lét piltinn fara og bauð honum, þú mátt engum segja að þú hafi gjört mér viðvart þetta. Hann kallaði fyrir sig 200 höfðingja og sagði, láttu 200 hermenn vera tilbúna að fara til Sesseríu. Eftir náttmál, auk þess 70 riddar og 200 léttliða. Hafið þú til farskjóta handa Páli, svo að þér komið honum heilum til Felixar landstjóra, og hann ritaði bréf svohljóðandi. Claudius Lysas sendir kveðju sín hinum göfuga Felix landstjóra. Mann þennan höfðu gyðingar tekið höndum og voru í þann veginn að taka að lífi ég kom að með hermönnum. Ég komst að því að hann var rómverskur og bergaði honum. En ég vildi vita fyrir að sök þeir ákærðu hann og fór með hann niður í ráð þeirra. Komst ég þá að raunum að hann var kærður vegna ágreinings lögmál þeirra en engin sök var honum gefin sætir dauða eða fangelsi. En þar sem ég hef fengið bendingu að setja sig líf mannsins sendi ég hann tafarlaust til þín. Ég hef jafnframt boðið ákærendum hans að flytja mál sitt gegn honum fyrir þér. Hermennirnir tóku þá Pál eins og þeim var boðið og fóru með hann nótt til Antiprets. Daginn eftir snéru þeir aftur til Kastalans en létu riddarana fara með honum. Þeir fóru inn í Sesseríu, skiluðu bréfunni til landstjórans og færðu Pál fyrir hann. Hann las bréfið og spurði úr hvaða skattlandi hann væri. Var honum tjáð, hann væri frá Kilikíu. Þá mælti hann, ég mun rannsaka mál þitt þegar kærendur þínu koma. Og hann bauð að geyma hann í hölli Heródesar. 24. kafli. 5 dögum síðar fór Ananías æðstiprestur ofan þanga og með honum nokkrir öldungar og Tertúlus nokkur málafærslumaður. Þeir báru sakir á Pál fyrir landstjóranum. Hann var nú kallaði fyrir en Tertúlus hóf málsókn og sagði, fyrir þitt tilstilli Guðvíi Felix, sitjum við í góðum friði og þjóðvor hefur sakir þinnar forsjár öðlast umbætur í öllum greinum og allstaðar. Þetta viðurkennum við mjög þakksamlega. En svo að ég tefji þig sem minnst, bið ég að þú af mildi þinni viljir heyra oss litla hríð. Við höfum komist að raunum að maður þessi á skaðræði, kveikir ófrið með öllum gyðingum víða veröld og forsprakki villuflokks Nassería. Hann reynir meira að segja vanhelga musteri og þá tóku við hann höndum. Með því að yfirheyra hann máttu sjálfur ganga og skugga að öll sakarefni vor gegn honum. Gyðingarnir tóku undir sakargiftirnar og kváðu þetta rétt vera. Landstjórinn benti þá Páli að taka til máls. Hann sagði, kunnugt mér að þú hefur verið dómari þessara þjóða í mörg ár. Mun ég því ótröðu verja mál mitt. Þú getur og gengur skugga að ekki nema 12 daga síðan ég kom upp til Jerúsalem að biðjast fyrir. Og enginn hefur staðið mig að því að vera að stæla við neitt eða æsa fólk til óspekta, hvorki í samkunduhúsunum né neinstaðar í borginni. Þeir geta ekki heldur sanna þér það sem þeir eru nú að kæra mig En hitt skal ég játa þér að ég þjóna Guði feðra vora samkvæmt veginum sem þeir kalla villu og trúi öllu því sem skrifa stendur í lögmálinu og spámönnunum og þá von hef ég til Guðs sem þér og sjálfur hafa, að upp muni rísa bæði réttlátur og ranglátir. Því tem ég mér sjálfur að hafa jafnan hreina samvisku fyrir Guði og mönnum. Eftir margra ára fjarveru kom ég til að færa fólki mínu ölmusugjafir og til að fórna. Þetta var ég að gjöra í helgidómunum og hafði látið hreinsast og engin var þá mannsöfnuður mjög uppþótt. Þegar menn komu að mér. Þar voru gyðingar nokkurir frá Asíu.
Þeir hefðu átt að koma fyrir þig og bera fram kæru, hefðu þeir fundið mér eitthvað til saka. Annars skulu þessir sem hér eru segja til hvaða saknæmt þeir fundu þegar þeir stóðu fyrir ráðinu. Nema sé þetta eina sem ég hrópaði þegar ég stóð meðal þeirra. Fyrir upprisu dauðra er ég lögsóttur í dag frammi fyrir yður. Felix, sem var vel kunnugur veginn, prestaði nú málinu og mælti: Þegar Lísías hersveitarforingi kemur ofan hingað skal ég skera úr máliðar. Hann bauð 100 höfðingjónum að hafa Pál í væg og varðhaldi og varna engum félaga hans að sé vitja hann. Nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni, Drussillu, hún var gyðingur. Hann lét sækja Pál og hlýddi á mál hans trúna á Krist Jesú. En hann ræddi réttlæti, sjálfsögun og komandi dóm, varð Felix skelkaður og mælti: Far burt að sinni. Ég læt kalla þig þegar ég fæ tóm til. Meðfram gjörði hann sér vonur að Pál myndi gefa sér fé. Því var það að hann lét alloft sækja hann og átti tal við hann. Þegar 2 ár voru liðin, tók Porcius Festus við landstjórn af Felix. Felix vildi koma sér vel við gyðinga og lét við Pál eftir í haldi. 25. kapli. 3 dögum eftir að Festus hafði tekið við umdæmi sínu, fór hann frá Sesseríu upp til Jerúsalem. Æðstu prestarnir og fyrirmenn gyðinga báru þá sakir á Pál fyrir honum og báðu hann að veita sér að málunum gegn honum og gera sér þann greiða að senda hann til Jerúsalem. En þeir hugðust búa honum fyrirsátt og vega hann á leiðinni. Festus svaraði að Pál væri í varðhaldi í Sesseríu, en sjálfur myndi hann bráðlega fara þangað. Látið því, sagði hann, ráðamenn yðar verða mér samferða ofan eftir og lögsækja mennin ef hann eitthvað sekur. Festus dvaldi þar ekki lengur en í 8 daga eða 10. Síðan fór hann ofan til Sesseríu. Daginn eftir settist hann á dómstólinn og bauð að leiða Pál fram. Þegar hann kom, umkringdu hann gyðingar þeir sem komnu voru ofan frá Jerúsalem og báru á hann margar þungasakir sem þeir gátu ekki sannað. En Pál varði sig og sagði: Ekkert hef ég brotið hvorki gegn lögmáli gyðinga, helgidóminum eða keisaranum. Festus vildi koma sér vel við gyðinga og mælti við Pál: Vilt þú fara upp til Jerúsalem og hlýta þar dómi mínum í máli þessu? Pál svaraði: Ég stend nú fyrir dómstóli keisarans og hér á ég að dæmast. Gyðingum hef ég ekkert rangt gjört, það veistu fullvel. Sé ég sekur og hafi framið eitthvað sem dauða sér verð, mæli ég mig ekki undan því að deyja. En ef ekkert hæft í því sem þessi menn kæra mig á enginn með að selja mig þeim á vald. Ég skýt máli mínu til keisarans. Festus ræddi þá við ráðunauta sína og mælti síðan: Til keisarans hefur þú skotið máli þínu, til keisarans skaltu fara. Eftir nokkra daga komu Agrippa konungur og Berníke til Sesseríu að bjóða Festus velkomin. Þegar þau höfðu dvalist þar nokkra daga, lagði Festus mál Páls fyrir konung og sagði: Hér fangi nokkur sem Felix skildi eftir. Þegar ég kom til Jerúsalem, báru æðstu prestar og öldungar gyðinga á hann sakir og heimtuðu hann dæmdan. Ég svaraði þeim að það væri ekki venja Rómverja að selja fram nokkurn sakborning fyrir en hann hefði verið leiddur fyrir ákærendur sína og átti þess kost að bera fram vörn gegn sakargiftinni. Þeir urðu nú samferða hingað og léti engan drátt á verða, heldur settist daginn eftir á dómstólinn og bauð að leiða fram mannin. Þegar ákærendurnir komu fram, báru þeir ekki á hann sakir fyrir nein þau illræði sem ég hafði búist við, heldur áttu þeir í einhverjum deilu við hann átrúna sjálfra þeirra og Jesú nokkur, látinn mann, sem Pál segir lifa. Fannst mér vandið fyrir mig að fást við þetta og spurði Pál hvort hann vildi fara til Jerúsalem, láta dæma málið þar. En hann skaut máli sínu til keisarans og krafðist þess að vera hafður í haldi þar til hans hátign hafði skorið úr. Því bauð ég að hafa hann í haldi þangað til ég geti sent hann til keisarans. Agrippa sagði þá við Festus: Ég vildi sjálfur fá að heyra mannin. Hinn svaraði: Á morgun skalt þú hlusta á hann. Daginn eftir komu Agrippa og Berníke með mikilli viðhöfn
og gengu ásamt hersvita foringjónum og æðstu mönnum borgarinn inn í málstofuna og var þá Páll leiddur inn að boði Festusa. Festus mælti: Agrippa konungur og þér menn allir sem hjá oss eru staddir. Þarna sjáu þér mann sem veldur því að allir gyðingar bæði í Jerúsalem og hér hafa leitað til mín þeir heimta hástöfum hans í tekin að lífi. Mér var ljóst að hann hefur ekkert það frami dauða sér vert, en sjálfur skaut hann máli sínu til hans hátignar og þá ákvaði ég að senda hann þangað. Nú hef ég ekkert áræðilegt að skrifa herra vorum hann. Þess vegna hef ég leitt hann fram fyrir yður og einkum fyrir þig, Agrippa konungur, svo að ég hafi eitthvað að skrifa á lokinni yfirheyrslu. Því það líst mér fráleitt að senda fanga og tjá eigi leið sakargiftir gegn honum. 27. kafli. En Agrippa sagði við Pál: Nú þér leyft að tala þínu máli. Páll rétti þótt höndin og bað fram vörn sína. Lánsami þykist ég, Agrippa konungum, að eiga í dag í þinni áheyrn að verja mig gegn öllu því sem gyðingar saka mig Því heldur sem þú þekkir alla síðu gyðing og ágreiningsmál, því bið ég þig að hlýða þolinmóður á mig. Allir gyðingar þekkja líf mitt frá upphafi, hvernig hef lífið með þjóðminni fyrst í æsku og síðar í Jerúsalem. Það vita þér mig, viljið þér unna mér sannmælis að ég var farisi frá fyrstu tíð, fylgdi strangasta flokki trúarbragðavora og hér stend ég nú lögsóttur vegna vonarinnar fyrirheitið sem Guð gaf feðrum vorum. Og voru 12 kynnkvíslir vona að öðlast með því að dýrka Guð án afláts nótt sem dag. Fyrir þessa von ég nú ákærður konungur og það af gyðingum. Hvers vegna tel ég þér það ótrúlegt að Guð veki upp dauða? Sjálfur taldi ég mér skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerúsalem, nefti marga hinna heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galti jákvæði að þeir voru teknir að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Þá ég var á leið til Damaskus, slíkra erinda með vald og umboð frá æðstu prestunum, sá ég, konungur, á veginum miðjan dag ljós af himni, sólu bjartara, leiftra mig og þá sem mér voru samferða. Við fellum allir til jarðar og ég heyrði rödd sagði við mig á hebresku: Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Erfitt verður þér að spyrna móti brottunum, en ég sagði: Hver ert þú, herra? Og drottinn sagði: Ég er Jesús sem þú ofsækir. Rís nú upp og statt á fætur þína. Til þess birtist ég þér að ég vel þig til þess að vera þjónn minn og vitni þess að þú hefur séð mig bæði nú og síðar ég mun birtast þér. Ég mun frelsa þig frá lýðinum og frá heiðingjunum og til þeirra sendi ég þig, að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá Satans valdi til Guðs, svo þér öðlist fyrir trú á mig fyrirgefningu syndana og arf með þeim sem helgaðir eru. Fyrir því gjörðist ég Agrippa konungur, eigi óhlýðin hinni himnesku vitrun, heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og Jerúsalem, síðan alla Júdeubyggð og heiðingjónum að iðrast og snúa sér til Guðs og vinna verkssambúðin iðruninni. Sækir þessa gripu gyðingar mig í helgidómunum og reyndu að ráða mér bana, en Guð hefur hjálpað mér og því stend ég allt til þessa dags og vitna bæði fyrir háum og lágum. Mæli ég ekki annað en það sem bæði spámennirnir og Móse hafa sagt að verða mundi, að Kristur ætti að líða og fyrstur rísa upp frá dauðum og boða bæði líðnum og heiðingjónum ljósið. Þegar Páll var hér kominn í vörn sinni sagði Festus hárri röstu: Óður ert þú, Páll, þitt mikla bókvit gjörir þig óðan. Páll svaraði: Ekki ég óður, guð ég Festus, heldur mæli ég sannleiks orð af fullu viti. Konungur kann skila á þessu og við hann tala ég djarflega. Ei ætla ég að honum hafi dulist neitt af þessu, enda hefur það ekki gjörst í neinum afkima. Trúir þú Agrippa konungur spámennunum? Ég veit að þú gjörir það. Þá sagði Agrippa við Pál: Þú þykist ekki vera lengi að gjöra mig kristinn. En Páll sagði:
Þess bið ég Guð, hvort sem lengur dregst þetta skemur, að ekki einungis þú, heldur á allir sem til mín heyra í dag, veri slíkir sem ég er, af frátöldum fjötrum mínum. Þá stóð konungur upp og landstjórinn, svo að Berningi og þeir þar sátu með þeim. Þegar þeir voru farin, sagði þau sín á milli: Þessi maður fremur ekkert sem verður dauða eða fangelsi. En Agripa sagði við Festus: Þennan mann hefði mátt láta lausan ef hann hefði ekki skotið máli sínu til keisarans. 27. kafli. Þegar ákveðið var að við skildum sigla til Ítalíu, voru Páll og nokkri bandingjar aðrir seldir í hendur 100 höfðingja Júlíus hét, úr hersveit keisarans. Við stigum á skip frá Adrimatíum sem átti að sigla til hafna í Asíu og létum í haf. Aristarkus, makedónsku maður frá Þessalóníku, var að samferða. Á öðrum degi lentu við í Sídon. Júlíus sýndi Páli þá mannúð að leyfa honum að fara á fund vina sinna og þykja umönnun þeirra. Þaðan létum við í haf og sigldum undir Kýpur þegar vindur voru andstæðir. Þá sigldum við yfir hafið undan Kiliki og Pamfílium og komum til Míru í Líkíu. Þar fann 100 höfðinginn skip frá Alessandríu sigla átti til Ítalíu og kom á sá það. Siglingi gekk tregt allmarga daga. Komust við með herkjum móts við Knítus, en þar bægði vindur oss. Þá sigldum við undir Krít við Salmone. Við beittum þar hjá með naumyndum og komust á staðinn sem kalla Góðhafnir í grennd við borgina Lasseu. Enn leið drjúgur tími og sjóferðin voru orðnar hættulegar, en það komið fram yfir föstu. Páll vildi því vara þá við og sagði við þá: Það sé ég, góðir menn, að sjóferðin minn kosta hrakninga og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og á lífi voru. En 100 höfðinginn treysti betur skipstjóra og skipsreiganda en því Páll sagði. Höfnin var óhentug til vetrarlegum, því var það flestar að ráða að halda þaðan ef þeir mættu ná Fönix og hafa þar vetrarsetur. Sú höfn á Krít og veit til útsuðurs og út norðurs. Nú rann á hægur sunnanvindur, hugðust þeir þá hafa ráð þetta í hendi sér, létu akkerum og sigldu fram með Krít næri landi. En áður en langt leið skall á af landi ofan fárviðri hinn illræmdi landnyrðingun. Skipið hrakti og varð ekki beitt upp í vindinn. Slóum við undan og létum reka. Við hlupum undir litlu ei sem nefnist Káta. Það gátum við með naumyndum bjarga skipsbátnum. Þeir náðu honum upp og gripu til þeirra ráða sem helst máttu til bjargar verða og reyrðu skipið köðlum. Þeir óttuðust að þá myndi bera inn styrtuflóa. Því felldu þeir segg og létu reka. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrunum. Þá tóku þeir að reiðja skipið og á 3. degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsinn. Dögum saman sá hvorki til sólarni stjarna og ekkert lát varð á ofviðrunum. Tók þó að þrjóta öll von það að við kæmumst af. Nú höfðu menn lengi einskis matar neitt. Þá stóð Páll upp og meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þið hefðu átt að hlíta af mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég þau að vera vonglaða, því enginn yðar mun lífi týna en skipið mun fara. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guð sem ég heyri til og þjóna og mælti: Óttast þú eigi Páll, fyrir keisaran átt þú að koma, og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaði, góði menn, ég treysti Guði að svo muni fara við sem við mig hefur verið mælt. Oss mun bera upp á einhverja eyju. Á miðnætti, þegar við höfðum hrakist Adriahaf í hálfan mánuð, þóttu skipverjar verða þess varir að land væri í nánd. Þeir vörpuðu grunnsöku og reyndi stýpið 20 faðmar. Aftur vörpuðu þeir grunnsöku litlu síðar og reyndi stýpið þá 15 faðmar. Þeir óttuðust að oss kynni að bera upp í kletta og köstuðu því 4 ankjörum úr skutnum og þráðu nú mest að dagur inni. En hásleitarnir reyndu að strjúka úr skipinu. Þeir settu bátinn útbyrðis og þóttust vera að færa út ankeri úr framstefni.
Þá sagði Páll við hundraðshöfðingjann og hermennina: ef þessi menn eru ekki kyrrir í skipinu, geti þér ekki bjargast. Hermennirnir hjugguð þá festar bátsins og létu hann fara. Undir dögun hvatti Páll alla að neyta matar og sagði: þér hafa nú þrauka hálfan mánuð fastandi og engu nærst. Það er nú mitt ráð að þér fáið yður mat, þess þurfið þér ef þér ætlið að bjargast, en engin niðan mun einu hári tína á höfði sér. Að svo mæltu tók hann brauð, gjörði Guði þakkir í allar augsýn, braut það og tók að éta. Urðu nú allir hresstari fóru líka að matast. Alls vorum við á skipinu 276 mann. Þá þeir höfðu etið sig metta, léttu þeir á skipinu með því að kasta kornfarminum í sjóinn. Þegar dagur rann kenndu þeir ekki landið, en greindu vík eina með sandfjöru. Var það ráð þeirra að reyna að hleypa þar upp skipinu. Þeir losuðu ankirinn og létu þau aftur í sjóinn. Leystu leið stýrisböndin, undu upp framseglið og létu berast undan vindi til strandar. Þeir lentu og rifi, skipið strandaði, stefnið festist og hræðist hvergi, en skuturinn tók að líða sundur í hafrótinu. Hermennirnir ætluðu að drepa bandingjana, svo að engi þeirra kæmist undan á sundi, en hundraðshöfðinginn vildi forða Páli og kom í veg fyrir ráðagjörð þeirra. Bauð hann að þeir sem syndir væru skyldi fyrsti varpa sér út og leita til land, en hinir síðan ýmist á plönkum eða braki úr skipinu, þannig komust allir heilir til lands. 28. kapli. Nú sem við vorum heilir og landkomnir, fengum við að vita að eyjan hét Malta. Eyjaskeggjar sýndu oss einstaka góðmennsku. Þeir kynntu bál og hlintu að oss öllum, en kalt var í veðri og farið að rigna. Páll tók sama hrísvöndul og lagði á eldinn, skreið þá út naðra undan hitanum og festi sig á hönd hans. Þegar eyjaskeggir sáu kvikindið hanga á hendi hans, sögðu þeir hver við annan: það er víst að þessi maður er manndrápari, fyrst er refsinornin, lofar honum ekki að lifa, þótt hann hafi bjargast úr sjónum. En hann hristi kvikindi af sér í eldin og sakaði ekki. Þeir bjuggust við að hann myndi bólna upp eða detta sviplega dauður niður. En þá þeir höfðu beðið þess lengi og sáu að honum varð ekkert meint af, skiptu þeir og sögðu hann Guð vera. Í grennd við stað þennan átti Búkar æðsti maður og einni Publius að nafni. Hann tók við oss og hélt oss í góðu yfirlæti 3 daga. Svo vildi til að faðir Publiusar lá sjúkur með hittakustum og blóðsótt. Páll gekk inn til hans, baðst fyrir, lagði hendur yfir hann og læknaði hann. Eftir þetta komu aðrir þeir sjúkir voru á eynni og voru læknaðir. Höfðu þeir oss í hávegum og við skildum sigla, gáfu þeir oss allt sem við þurftum til fararina. Að liðnum 3 mánuðum lögðum við til hafs á skipi frá Alexandríu, sem legið hafði við eina veturinn og bar merki tvíburanna. Við tókum höfn í Sýrakúsu og döldum þar 3 daga. Þaðan sigldum við í sveig og komum til Regium. Að degi liðnum fengum við sunnanvind og komum á öðrundi til Pútióli. Þar hittum við bræður og báðu þeir oss að dvelja hjá sér í viku. Síðan hjöldum við til Rómar. Bræðurnir þar fréttu oss og komu til móts við oss allt til Abbasíutorgs og Þríbúða. Þegar Páll sá þá, gjörði hann Guði þakkir og hristist í huga. Við vorum komnir til Rómar, var Páli leyft að búa út af fyrir sig með hermanni þeim sem gætti hans. Eftir 3 daga stefndi hann saman helstu mönnum gyðinga. Þegar þeir voru saman komnir sagði hann við þá: bræður, ekkert hef ég brotið gegn liðnum eða siðum feðranna, en samt ég fangi, framseldur Rómverjum í Jerúsalem. Þeir yfirheyrðu mig og vildu láta mig lausan, af því á mér hvíldi engin dauðasögn. En gyðingar mæltu á móti og neyddist ég til að skjóta máli mínu til keisaran, þó eigi svo að skilja að ég sé að kæra þjóð mína. Sækir þessa hef ég kallað yður hingað að ég mætti sjá yður og tala við yður. Því vegna vonar Ísraels ber ég þessa hlekki. Þeir svörðu: við höfum ekki fengið bréf þig frá Júdeu og ég hefur heldur neinn bræðranna komið hingað og birt eða tala nokkuð illt þig.
Rétt þykir oss að heyra hjá þér hvað þér býr í huga, en það er oss kunnugt flokk þennan að honum er allstaðar mótmælt. Þeir tóku til dag við hann og komust þá mjög margir til hans í herbergi hans. Frá morgni til kvölds skýrði hann og vitnaði fyrir þeim Guðs ríki og reyndi að sannfæra þá Jesú, bæði eftir lögmáli Móse og spámönnunum. Sumir létu sannfærast af orðum hann, en aðrir trúðu ekki. Fóru þeir burt, ómstæðþykir sín í milli, en Páll sagði þetta einn: Rétt er það sem heilagur andi mælti við feður yðar fyrir munn Jesaja spámanna. Far til lýðs þessa og segð þú, með eyrunum muni þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi muni þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta lýðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum. Og augunum hafa þeir lokað, svo þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skinni með hjartanum og snúi sér og ég lækni þá. Nú skuli þér vita að þetta hjálpræði Guðs hefur verið sent heiðingjónum og þeir munu hlusta. Full 2 ár var Páll þar í húsnæði sem hann hafði leigt sér og tók á móti öllum þeim sem komu til hann. Hann boðaði Guðs ríki og fræddi drottin Jesú Krist með allri djörfung tálmunarlaust.